Ég ætla þá að setja, það er nú eitthvað, ég heyri bara í sjálfum mér. Ég ætla þá að setja fund bæjarstjórnar númer 474 sem settur núna klukkan 17 í bæjarstjórnarsal Grindavíkur. Fyrsta máli dagskrá kjör forseta bæjarstjórnar og fyrsta og annars varaforseta. Með vísan til fyrstu málsgreinar 7. greinar samþykkta stjórn og fundasköp bæjarstjórnar leggur forseti til að Hjálmar Hallgrímsson verði kjörinn forseti bæjarstjórnar næsta árið. Við höfum verið að skipta þessu á milli okkar þetta kjörtímabil og nú svo komið að Hjálmar ætlar að taka við þeir sem eru sammála því rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og með vísan til 7. málsgreinar 7. greinar samþykkta stjórn og fundasköp Grindavíkurbæjar þá leggur forseti til að eftirfarandi verði kjörnir fyrsti og annar varaforseti bæjarstjórnar. Fyrsti varaforseti þá, hvernig vorum við með þetta? Það vantar nöfnin hérna á þetta. Já, ég þá, Kristín María Birgisdóttir þá fyrsti varaforseti og var það, já, og þannig það þá ekki bara skiptuð því á milli ykkar líka eða? Það þá Ásrún sem núna. Ásrún Helga Kristinsdóttir. Þeir sem eru sammála þessu rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Ég ætla þá að afhenda nýjan forseta stjórn fundarins, gjörðu svo vel Hjálmar. Ágætu bæjarfulltrúar. Og samkvæmt dagskrá þá það kjör bæjarráðs. Samkvæmt A-lið 47. grein samþykkta stjórn og fundasköp Grindavíkurbæjar. Og ég legg til að eftirfarandi verði kjörnir í bæjarráð næsta árið. Það sem sé Kristín María Birgisdóttir, formaður bæjarráðs, Hjálmar Hallgrímsson, varaformaður og Ásrún Kristinsdóttir, B-lista og áheyrnarfulltrúi S-lista með málfrelsi og tillögurétt, Marta Sigurðardóttir og fær hún greitt fyrir að vera almennu bæjarráðsmaður. Varamenn taka sæti þeirri röð sem þeir eru kosnir þegar aðalmenn og áheyrnarfulltrúar forfallast. Þeir sem samþykkja þetta, það samhljóða. Nú þá það þriðja mál, það heimild bæjarráðs til fullnaðarafgreiðslu mála í sumarleyfi bæjarstjórnar. Með vísan til 3. málsgreinar 8. greinar samþykkta stjórn Grindavíkurbæjar og fundasköp bæjarstjórnar leggur forseti til að fundi bæjarstjórnar verði felldir niður í júní og júlí í sumarleyfi bæjarstjórnar. Jafnframt með vísan í 1. málsgrein 37. grein sömu samþykktar að bæjarráði verði falin fullnaðarafgreiðsla mála í sumarleyfi bæjarstjórnar nema þar sem lög kveða á annað. Þeir sem eru samþykkið þessu, það samhljóða. Nú, þá það 4. mál. Það aðskipulag Garðabæjar beiðni umsögn. Nú til fundar sem mættur sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs, Ármann Halldórsson, og hann hérna okkur til hals og traus. Ef það eru fyrirspurnir þá getum við kallað Ármann til og hann útskýrir þá fyrir okkur. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við þetta en orðið laust. Einhver sem vil tjá sig undir þessum leið? Gjörðu svo vel. Ég skannaði nú í gegnum þetta aðalega bara með því tilliti til einhvers sem kemur okkur við og það virðist sem að landamerkin samkvæmt með eldra aðskipulag okkar grunni sterkar. Það ég. Það þau minnka frá því sem áður var
Ef það er ekki fleiri, þá ber ég þessa tillögu upp hvort að bæjarstjórn gerir athugasemd við aðalskipulag Garðabæjar. Er einhver eða Bæta við að það verður formlegur athugasemdafrestur, verður formlegur athugasemdafrestur. þannig að bæjarfulltrúar og aðrir geta eftir á vísa hljópa sjá. Gjörðu svo vel, Páll. Ég má aðeins aðeins að ráðfæra sig við þá lögmenn sem hafa verið að vinna fyrir okkur í þessum landamerkjum málum. Það er ekki vitlaust. Skipulagsnefnd sá ekki ástæðu til þess, en við getum alveg gert það. Þegar það er að breytast eitthvað. Já. Í rauninni. Við sáum ekki ástæðu til að gera athugasemd. Það ætti ekki að hafa áhrif á dóma sem falla í því. Þá held ég sér rétt að við bara greiðum atkvæði það að ef við styðjum sem sé skipulagsnefndina að við gerum ekki athugasemd að svo stöddu miðað við afgreiðsluna þeirra, en ég geri mig grein fyrir því, Páll, að það er þarna einhver óljós landamerki og framvegis, en þeir hljóta að hafa haft það í huga. En þeir sem eru samþykkir tillögu skipulagsnefndar, Við getum gert fyrirvara með óljós landamerki sveitarfélaga. Það er til að taka allan á. Að landamerki verið óljós á þessu svæði. Er það ekki? Það er úrskurður. ég held þau séu óljós. Nei, sko, úrskurðarnefnd var búin að dæma í öllum málum á þessum stað. Ok, takk fyrir það. Þannig að það er jafnvel óþarfi að þeir sem samþykkja tillögu skipulagsnefndar að gera ekki athugasemdir á svo komnu máli. Það eru 6 atkvæði, einhverju móti. Páll Jóhann situr hjá. Þá er hér 5. mál. Það er beiðni um umsögn, nýtingarleyfi í Svartsengi og Eldvörpum. Lögðu fram umsögn til Orkustofnunar vegna umsóknar á HS Orku nýtingarleyfi á jarðhita Svartsengis og á Eldvörpasvæðinu. Umsögn og leiðbeiningar höfum við fengið lögfræðilega ráðgjöf í erindi sem að bæjarfulltrúar hafa fengið til sín, en áður fyrir til atkvæðagreiðslu, Ármann, ef þú myndir vilja koma hérna upp kannski aðeins og fara yfir málið, fara yfir þetta. Gjörðu svo vel. Hæstvirtur forseti, bæjarfulltrúar, Jón, ég fæði kannski til þess að setja umsögnina upp og þá hérna niður halið, þess að niðurstöðuna. Forsaga málsins er svo að það er unnin breyting á aðalskipulagi og gert deiliskipulag fyrir Eldvarpasvæðið, þess að rannsóknarboranir á Eldvarpasvæðinu og í framhaldi veitum við framkvæmdaleyfi fyrir rannsóknarborunum. Þá fara menn svona að snúa sér að því að hvað skal gera í kjölfar rannsóknarborana og er að undirbúa þá nýtingu. Ég tek fram að það sem liggur fyrir er rannsóknarhlutin og þá er sent inn umsögn nýtingarleyfi til Orkustofnunar og Orkustofnun sendir okkur svo beiðni umsögn málið. Málið var tekið fyrir á síðasta bæjarstjórnarfundi og því var frestað og í millitíðinni leituðu til lögfræðinga bæjarins sem hafa með þessi mál að gera og hafa haft undanfarið bæði árið 2006 og svo fyrr á réttum 2000 og það sem við hnutum í umsókn HS er
að hún tekur til alls járngerðarstaða landsins, ekki bara þessari 5 óma viðnámslínu sem var í upprunalega samningnum milli Grindavíkurbæjar og HS Orku. Nú hafa HS Orka heldur því fram eða kemur með í umsókn sinni að nú er til nýrri og betri tækni til að mæla viðnám í jörðu. Viðnámi þýðir hvort að svæðið sé gjöfult eða ekki, og með nýrri tækni þá virðast þessar ómlínur hafa stækkað og svæðið hafa stækkað, og þá vakna spurningar hvort að í upprunalega samningnum hafi verið að semja ómlínuna sjálfar eða landsvæði sem tók til ómlínana upprunalega. Það er mjög gott gagn líka undir málinu sem að sýnir ómlínunar á korti og þá hvernig ómlínunar passa innan landsvæði járngerðarstaða. Við erum bæði landeigandi og skipulagsyfirvald á svæðinu, eða hluta til landeigandi, og nýtingarleyfið og umsögnin fellur svo sem að skipulagslegu þáttunum. Það er alltaf búið að vinna þarna bæði umhverfismat og deiliskipulag og það er búið að fara í saumana á þessu öllu. Og eins og þið sjáið hérna á kortinu, þá eru þessar 5 og þá 10 ómaviðlínur sem að með minni hafa verið tekið til minnst á í samningnum, að það væri möguleiki á okkur stækkun þar. En þá sjáum við munin á ómlínunum og þá öllu járngerðarstaðalandinu. Og við höfum þá bara, það er þá bara okkar túlkunaratriði sem að lögfræðingurinn leggur til að svæðið eigi að afmarkast, eða við höfum að minnstakosti að setjast niður og semja þá upp á nýtt, með að í eldri samningnum þá var miðað þessar 5 ómlínur. Og við setjum kannski niðurhalið aftur niður bara umsögnina og ef ég ætti kannski bara að lesa upp endirinn eða niðurstöðuna í umsögn okkar lögfræðings málið, þá segir sú nýtingarleyfisumsókn sem HS Orka hefur sent Orkustofnun og umsögn þessi fjallar tekur til nýtingar á svæði sem nær út fyrir þá viðnámslínu sem mörkuð var á afsali til HS Orku samanber fyrri umfjöllun sem kom þá fram fyrir umsögninni. Umsögnin tekur þannig til nýtingar á landsvæði sem er undir orpið eignarrétti sameigenda járngerðarstaða eða óskipts lands járngerðarstaða landnúmer 211193. Þar sem ekki liggur fyrir að HS Orka hf. Hafi samið við landeigendur nýtingu landsins og greitt endurgjald fyrir eða öðlast með öðrum hætti eignarrétt yfir þeim jarðhitaréttindum sem stendur til að nýta. Samanber 7. grein laga nr. 57/1998 þá mælir Grindavíkurbær gegn því að veitt verði nýtingarheimild til félagsins í samræmi við fyrirhugaða umsögn. Og í framhaldi af þessu þá leggjum við til að við hittum þá, við munum senda umsögn til Orkustofnunar og svo í framhaldi væri eðlilegast að HS Orka og Grindavíkurbær setjist niður og fari að semja og taki þó upp eldra afsalið og reyna að fá botn í hvaða landsvæði þessar ómlínur taka til og kannski nánar ástæðu þess að allt járngerðarstaðalandið liggur undir í nýtingarleyfinu. Þetta er skýrt. Kannski bjóða forseta að koma aftur. Takk. Takk fyrir Ármann. Nú orðið er laust. Kristín María, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti og Ari bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka undir það sem Ármann er að segja. Við erum búin að taka þetta inn áður til okkar í bæjarráð og hér mikla auðlind að ræða, þannig að ég held að sé bara að liggi í rauninni bara alveg á borðinu að við hljótum að þurfa að semja aftur af því að
Það er í rauninni ekki hægt að fara að nýta óumsami svæði og þeir ekki liggur fyrir leyfi hjá landeigandum sem eru meðal annars við ekki rétt þó svo þeir eru einu stærsta hluta af þessu hérna landi, Háasorka. Að þá held ég að það sé bara næsta skref hjá okkur að fara yfir þetta ásamt Háasorku og þeim öðrum landeigandum sem eru á svæðinu til þess að við séum ekki að fara fram úr okkur. Og ég bara minnst þetta fín umsögn og ég styð hana heils hugar. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust, Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil líka bara taka undir það sem kemur fram í þessari umsögn. Ég er mjög sátt með hana. Það mætti líka alveg fara inn á það að þetta er algjörlega í samræmi með auðlindastefnunni okkar að mótmæla þessu. Það er sérstaklega farið inn á að öll nýting, að tryggja eigi að nýting á okkur auðlindum að það eigi að koma eitthvað tilbaka til bæjarfélagsins. Þannig er spurning og lítur allt út fyrir að fari sig út fyrir umsami svæði og þá þarf þetta bara að semja upp á nýtt. Þannig að það má jafnvel skoða það hvort það ætti að bæta inn í umsögnina að þetta geti líka byggt á auðlindastefnu Grindavíkurbæjar. Takk fyrir það, Marta. Orðið er laust. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er verður að segjast eins og er. Þetta er svolítið undarleg beiðni sem við hnutum hérna strax þegar við fórum að fjalla hana. Og sem betur fer fengum við nú álit og leitum ráða hjá þeim sérfræðingum sem best þekkja til að nýtingarleyfi það er verið að sækja umsögnum nýtingarleyfi á Svartsengis eldvarpasvæðinu. Þetta er eitthvað nýtt hugtak. Ég held að þeir væri þarna með nýtingarleyfi á Svartsengisvæðinu og svo eru þeir svo hafa rannsóknarleyfi á eldvarpasvæðinu fyrir utan verndarsvæði sem er búið sem við góðu heilli settum í hverfisvernd. Þannig að ég náttúrulega styð þetta heils hugar og þetta bæði þetta hugtak Svartsengis og eldvarpar jarðhitasvæði að það sé allt í hinnu komið saman í eitt svæði. Og svo er þessi 5 óma lína sem að þessi gerðardómur úrskurðaði og meira segja fór í 10 óma línuna sem átti þá að vera vel ríflegt og það hefði verið talið þá að það væri ekki hægt að nýta jarðhita fyrir utan þessa 5 óma línu en þeir eru samt sem áður komnir út fyrir þessa 10 óma línu eða það er í réttar sagt þeir eru komnir með nýja línu sem þeir kalla 10 óma línu og þrátt fyrir að hún hafi verið skýrt mörkuð í fylgiskjölum afsalsins þannig að Orkustofnun hlýtur að taka þetta til greina og það er alveg skýrt í lögum að þeir verða að vera búin að semja við landeigendur og það eru fleiri landeigendur eða fleiri eigendur að þessu landi heldur en Háasorka eða Grindavíkurbær, það eru þarna einhverjir einstaklingar þó að það sé ansi lítið. Þannig að ég trúi ekki öðru en að þeir sjá að sér í þessu máli og virði þennan gerðardóm og þannig að þeir geti þá farið að vinna þetta. Svo er aftur Svartsengis og eldvarpar. Það er svo alveg sér kapítuli sem við eigum eftir að fjallum hér þá nýtingarleyfi á eldvarpasvæðinu. Þannig að það er komið rannsóknarleyfi eins og ég sagði. Þannig að við þurfum að standa í lappirnar í þessu máli eins og við sýnumst við öll vera sammála um. Já, takk fyrir Páll. Orðið er laust. Nú ef það er ekki fleiri sem að
kveðið sér hljóðs þá er að bera þessa umsögn og einnig að fela sviðsstjóra að senda hann til Orkustofnunar. Þeir sem samþykkir umsögn eða leiðbeiningunum um það að hafna nýtingarleyfi, rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það 7. mál, Gunnuhver deiluskipulag. Lögðu fram tillaga deiluskipulagi vegna Gunnuhvers. Tillagan er lögð fram á uppdrætti með greinargerð sem unnin er af Landmótum og dagsett þarna 18. maí 2017. Tillaga skipulagsnefndar leggur til við bæjarstjórn að þetta verði samþykkt samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur nefndi sviðsstjóra að forkynna tillöguna samkvæmt 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem eru samþykja, orðið er laust, fyrirgefiði. Hérna mætti ég biðja við kannski að setja allavega hérna ef við getum fengið upp á skjáin ef einhver vill. Það er kannski allir búin að opna þetta. Þetta er svo sem búið að vera að ræða, við vitum. En orðið er laust, ég ætlaði nú ekki að taka af okkur orðið, ef þið viljið. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að fagna því að við erum að huga að þessum fjölsóttu ferðamannastöðum á Reykjanesinu og sérstaklega langar mig að hrósa framtaksseminni hjá þeim sem eru að vinna í Reykjanes Geopark. Við erum núna búin að vera að byggja upp betra aðgengi við Brimketil og það stendur til að bæta aðgengi að gera fleiri bílastæði þetta við Gunnuhver. En ég samt vildi nú bara aðeins að bera upp við fundina. Við þurfum að huga að fleiri stöðum á svæðinu af því að fjölgun ferðalanga hér er gríðarleg og mér langaði bara sérstaklega því að við vorum að ræða núna eldvörpin áðan að það er mjög fjölsóttur staður að skoða. Það eru borholurnar og loftmyndir, til dæmis Google Maps sýna að þar er mosinn mjög niður troðinn. Þannig að það er alveg spurning hvort ætti að fara að huga á því svæði líka. Og þannig að ég bara fagna þessu og styð þetta sjálfsögðu en vildi nú bara leggja að við þurfum örugglega að fara að passa upp á fleiri staði því að ferðaþjónustan hún er allavega ekkert að minnka. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Nú ef það eru ekki fleiri sem forseti getur tekið undir orð Kristínu Maríu, það þarf að hugsa þetta í víðara samhengi og akkúrat þetta svæði sem hún nefndi. En ef það eru ekki fleiri sem hafa, gjörðu svo vel. Já. Geoparkið sótt styrk byrja bara á byrjunni kannski, styrk í ferðamannasjóð ríkisins og fengu þar 80 milljónir í styrk og til þess að vinna þetta skipulag og svo fara í framkvæmdir á svæðinu. Það sem er að aukast núna í hönnun upplifunarstaða fyrir ferðamenn er að draga bílastæðin frá upplifunarstaðinum sjálfum. Þannig að þú leggur ekki bara alveg onni í upplifunarstaðinum og svo eru bílar og lætin í kringu það og að skemma upplifunina fyrir ferðamannum. Þannig að bílastæðin eru dregin frá. Vegurinn Grindavíkurmegin verður áfram opinn en sýn Geoparksins á þetta svæði er þannig að aðal aðkoman sé Reykjanesbæjarmegin. Þá erum við að tala að rúnturinn er þá í þjónustuhúsi sem er þá hjá Valhnúk, sem er fyrirhugað hjá Valhnúk. Að það sé fyrsta stopp, svo sé fara á Gunnuhver og Brimketil og svo fram eftir. Þannig að bílastæðin verða áfram Grindavíkurmegin eins og þeir eru, en Reykjanesbæjarmegin verður meira það verður aðal aðkoman
með þessu nýju? Sko, þau verða áfram, já, þau verða aukin Reykjanesbæjarmegin. Það er tillagan. Og að draga þau frá núverandi bílastæði Reykjanesbæjarmegin verða þá bara svona áningarstaður og gerði ný bílastæði, hvað maður segja, vestar og svo fáum við mögulega að nýta eitt borðteig þarna sem svona yfirfall eða rútustæði. En við erum ekki alveg búin að ganga frá því og mögulega gæti Hásorka sér einhvern hag í því að nota þetta sem borhólu í framtíðinni og þá kannski reynum við að fara svona í minni átt á framkvæmdið þar. En það er líka vel að merkja mjög skemmtilega gönguleiðir sem er fyrirhugað að tekna inn á þetta sem viðbót og þar er jarðfræðingur búinn að fara með eggerti hjá Geoparkinu og Lappumsvæðið og þá verða upplýsingaskilti við merkar jarðminjar og skipulagið er mjög hefðbundið. Þetta snýst í rauninni bara um bílastæði og göngustíga. En eins og ég sagði áðan þá verður ennþá opið Grindavíkurmegin en aðal áherslan verður lögð á Reykjanesbæjarmegin við tengingu við þjónustuhúsið á Valhnjúk og Reykjanesvita. Takk. Takk fyrir það, Ármann. Nú orðið er laust. Gjörðu svo vel, Jóna Rut. Forseti, bæjarstjóri, herra bæjarfulltrúar, ég fór að veltaði fyrir mér, gætu þeir faktist fara að rukka inn í Gunnuhver? Af því þeir eru með áningastað þarna þeim megin, en Gunnuhver er okkar megin. Já, gefnum ákveðnum forsendum. Við þurfum náttúrulega að ræða málið við landeiganda og að gefnum öllum forsendum að það væri í lagi, þá gætu við það, já, alveg eflaust. Við gætum þá gerst það sama hinn meginn frá. Já. Bílastæði verður áfram þarna meginn en það verður stækkað hinn meginn. Þannig að, jú, við rauninni gætum við gert það. Ok, takk fyrir. Takk fyrir það, Jóna Rut. Næstur á mælendaskrá er Fannar og þar á eftir Páll Jóhann. Fannar, gjörðu svo vel. Já, forseti, góði bæjarstjórnarmenn. Aðeins varðandi þessa fyrirspurn þarna hugsanlega rukun inn á svæði sem var að koma hérna fram áðan. Þá var þetta mál tekið fyrir á stjórnarfundi hjá Jarðvangnum núna í síðustu viku. Þetta náttúrulega staðins til þess að taka þarna þetta, já. Þetta ber með sér mjög glögglega þessi mynda. Þetta nær inn á skipulagssvæði tveggja bæjarfélaga. Og þarna nú fleirum til að dreifa, svo sem eins og Vegagerðinni, sem hefur með að gera veginn hérna að þessu svæði. Staðarhaldarar vantarlegir í þjónustuhúsinu sem verður sett hérna niður við Reykjanesvita hafa verið að velta fyrir sér einmitt að rukka inn á þetta svæði og þetta fékk heilmikla umræðu á stjórnarfundunum og þar lá fyrir að Vegagerðin myndi ekki heimila neina rukkun af sínum vegum. Þannig að það er engin heimild til slíks þó hugmyndin hafi komið fram. Og eins hafa verið uppi frekari hugmyndir. Það auðvitað heyrir til hérna skipulagsyfirvalda og bæjaryfirvalda Grindavík hvað varðar veginn hérna að austan að Hvernum. Því að það kann að þykja erfitt að halda við svona tveimur vegarslóðum og tveimur bílastæðum fyrir sömu upplifun eða sama skoðunarsvæði og ferðamannastæði. Þannig að þetta er nú allt svona svolítið opið skjal ennþá en auðvitað heyra þessi mál undir Ármann og hans svið og eftir atvikum bæjarstjórnina. En það er ekki alveg búið að svara öllum spurningum hvað þetta varðar. Takk. Já, takk fyrir þetta, Fannar. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var einmitt að veltaði fyrir mér, ég ætlaði nú ekki að koma upp en þegar þessi fyrirspurn kom nú til að þá gat ég nú ekki annað en
veltinni þetta fram hvort að þetta sé bara tilviljun að bílastæði er fært akkurat rétt inn fyrir landamerki Reykjanesbæjar, því í allri umræðu gjaldtöku af ferðamönnum að þá er eitt sem er mjög ofarlega og heyrist oft að það er bílastæðagjöld. Þannig að við skulum alveg gera okkur grein fyrir því að verði bílastæðagjöld rukkuð þá höfum við ekkert með það að gera, því það er bara ekkert á okkar skipulagsvaldi eða í okkar. Þannig að kannski ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig landslagið en hvort að það liggur akkurat svona vel við að það sé akkurat þarna hinum með við línuna sem að marg umdeilda línu, sko. Þannig að það er ekkert allir sem viðurkenna þessa línu en því spyrja kannski Ármann, er það bara tilviljun að hún datt bílastæði dettur akkurat þarna með við puntalínuna? Takk fyrir þetta, Jón. Nei, fyrirgefðu. Páll Jón. Já, það er sem sagt arkitektinn sem kemur á hönnun skipulagsins sem leggur bílastæðið þarna akkurat rétt við landamerkjalínuna. Þannig að ég vil meina það ekki nema að það sé eitthvað stærra samsvari sem ég þekki ekki til. En ég geri fastlega ráð fyrir því að ef það verður innheimt bílastæðagjald á svæðinu að ég ætla nú bara rétt að vona það að gjaldi fari í uppbyggingu á svæðinu. En eins og Fannar nefndi áðan þá er kannski ekki búið að taka ákvarðanir í þessu ennþá og við getum kannski bara velt fyrir okkur hvað ef og hvaða leiðir er hægt að fara í þessu og það er spurningum hvort að við myndum vilja skoða að hnýta eitthvað í skipulagið og ég kanni það hvort að það standist skoðun að taka þetta fram að bílastæðagjaldi fari í uppbyggingu á svæðinu. Ég geti kannað það. Takk fyrir þetta Ármann og spurningina Páll Jóhann. Næstur á mælendaskrá er Marta, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á bara að lýsa ánægju minni með þetta skipulag. Það er gaman að sjá metnaðinn sem lagður er í uppbygginguna á ferðamannastöðum, samanborið líka eins og Kristín Marja minntist á svæðið Brímketil. Þetta er að gerast ekki síst út af samvinnu sveitarfélaga sem er búið að vera gríðarlega jákvætt og gott síðustu ár ef við skoðum bara uppbygginguna á geoparkinum sem jarðvagninum og þess vegna held ég að við ættum kannski að fara rólega í það að vera að hafa áhyggjur af því að ég saka nágranna okkar einhverja mögulega græðsku. Ég er alveg viss það að þetta komið til þess að við förum að skoða einhver bílastæðagjöld að það verði þá gert í einhverju heildrænu samhengi með þeim og í samræmi við þessa uppbyggingaráætlun sem við erum í rauninni að vinna eftir og Eggert hjá Geopark er að vinna vel eftir og þetta fari þá í þá uppbyggingu. Þannig að ég persónulega hef ekki áhyggjur af þessu atriði. Takk. Já, takk fyrir þetta Marta. Kristín Marja, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðri bæjarfulltrúar, þetta er nú svolítið það sem ég ætlaði að koma inn á. Ég held að það sé bara eðlilegt að í þessari uppbyggingu sem við erum að vinna að það sé mögulega hugsa út í einhvers konar gjaldtöku því að það er dýrt að byggja upp ferðamannastæði og ég held að ef að það verður farið út í slíkar hugmyndir innan geoparksins að þá fari þau gjöld bara í það verkefni af því að við erum að byggja upp á einu svæði. Þannig að við erum ekkert að fara að bítast hvað er hvar heldur verði frekar reynt að leita leiða til þess að byggja sameiginlega upp af því að eins og hefur komið fram, ég man nú ekki máli hvers, að þá er þetta sameiginlegt verkefni sveitarfélagana og þetta hefur gengið ótrúlega vel. Þannig ég held að hvort sem eru gjaldtaka eða ekki, ef hún verður, þá held ég að útfærslan gæti nú bara verið þannig að geoparkin fari í að nýta þá fjármuni í frekar uppbyggingu. Af því að það þarf að byggja upp víðar heldur en bara við Brimketil og Gunnukver, eins og ég nefndi áðan. Takk fyrir það Kristín Marja. Orðið er laust.
Ef það eru ekki fleiri sem hafa kveðið sér ljós, þá berum við tillögu skipulagsnefndar upp. Nefndin hefur falið sviðsstjóra að forkynna tillögunum samkvæmt 40. grein skipulagslaga númer 123. Þeir sem eru samþykkið því, gjöru svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. mál. Umsókn um byggingarleyfi, Staðasund 2-12. Erindi frá Jóva fiskverkun lagt fram. Í erindi er óskað eftir byggingarleyfi fyrir byggingu við Staðasund 2-12. Erindinu fylgir samþykki meðeiganda og teikningar unnar af Tækniþjónustu S.A. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja byggingaráformin með fyrirvara skriflegt leyfi eiganda Staðasunds 14, 16a, 16b á grundvelli 3. málsgreinar skipulagslaga nr. 123/2010 og að byggingarleyfi verði gefið út af byggingafulltrúa þegar fullnægjandi hönnunargögn berast. Orðið er laust. Ef það er enginn sem að kveðið sér ljós, þá ber ég tillögu skipulagsnefndar upp þeir sem eru samþykkir henni. Það er samhljóða. 8. mál. Umsókn um byggingarleyfi, Vesturbraut 10. Þetta erindi er frá Guðmundi Grétari og mér sýnist hann staðinn upp og ætlar að víkja fundið þar sem að erindið er frá honum sjálfum, hann víkur á fundi meðan þetta mál er tekið fyrir. Það er fært til bókar, eða ekki? Erindi frá Guðmundi Grétari Karlssyni lagt fram. Í erindinu óskaði eftir byggingarleyfi fyrir breytingum á Vesturbraut 10. Erindinu fylgja teikningar unnar af Tækniþjónustu Gunnar Indriðasonar dagsettar í mars 2017. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja byggingaráformin og að byggingarleyfi verði gefið út af byggingafulltrúa þegar fullnægjandi hönnunargögn berast. Orðið er laust. Ármann, gjörðu svo vel. Já, það kannski kom ekki nægilega fram í bókuninni en það fylgir einnig umsögn Minjastofnunar þar sem að þetta er hérna húsið orður það gamalt að það þarf umsögn Minjastofnunar fyrir. Já, takk fyrir það Ármann að minna okkur á það en við ætlum að samþykkja þegar fullnægjandi hönnunargögn berast út af aldurshúsins og þá þurfa þau að fylgja líka. Þeir sem eru sammála tillögu skipulags, gjörðu svo vel, fyrirgefðu Páll Jóhann, orðið er laust. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég má til með að standa hérna upp og hrósa honum félaga mínum hérna í Framsóknarflokknum fyrir hérna hans átak og hvað hann er að gera þetta merka og gamla hús upp af miklu myndarskap. Og það er því bara með mikill ánægja að maður samþykkir hérna einhverjar svona smávægilega breytingar. Þannig að það er hérna, það kom bara upp í hugan að hérna okkur, hvort það er tilvíðun eða hvað, að við hérna þeir framsóknarmennir sem erum hérna á fundið að hann býr þarna vestast í bænum og er að gera sitt gamla hús upp og ég er þarna austast í bænum og nýbúinn að gera gamalt hús upp. Þannig að kannski erum við framsóknarmenn eitthvað svona fyrir gamla tíman, þó við séum frjóir í hugsun og hugsun oftast fram á veginn. En það ég bara tek ofan fyrir þessum hérna framkvæmdu hjá honum hérna á þessu húsi þarna garðhúsum. Þetta er glæsilegt hjá honum. Ég má til með að gera það einmitt af því að hann er nú þarna frammi og heyrir ekki í okkur. Takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Nú ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá ber ég upp tillögu skipulagsnefndar, þeir sem samþykkir áformánum. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Einn situr hjá. Þá er það 9. mál, umsókn framkvæmdaleyfi. Já, ég byrja aftur, fyrirgefðu, afsakaðu Guðmundur.
Það er 9. mál, umsókn framkvæmdaleyfi. Erindi frá Hjólreiðafélagi Reykjavíkur er lagt fram. Í erindi er óskað eftir lokunum á Norðurljósavegi þann 3. júní næstkomandi. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja veitingu framkvæmdaleyfis. Nefndin leggur áherslu á allt rusl og merkingar sem að falla til vegna keppnar verði fjarlægt að henni lokinni. Orðið er laust. Ef það er engin, þá byrja til að atkvæðagreiðslu eða samþykkja þetta framkvæmdaleyfi. Það leggur frá Nesvegi og að Lónu. Frá Nesvegi að Alveg, já. Við sem að heimsækja Lónu komast frá Grundarvegi. er þetta ekki, ef ég skil rétt, þetta er farið inn Nesveg og farið suður fyrir, nei, þetta er ekki rétt. Ef við getum fengið kortið upp, ég tel að það sé hjólað upp á Þorbirni, farið inn á gamla bílastæði fyrir göngufólkið og hjólað suður með fjallinu. Það er komið kort af þessu. Þá eru lokarnar hér. Það fara hérna. Það er náttúrulega bara að loka hér til þess að bílarnir fari ekki inn. Þetta er tímabundið. Já, það er ljóst. Það er bara, þetta er farið þarna eftir tróðningi í suðuróttum Þorbjarnar og síðan aftur inn á Bláalónsveg eða. Þeir sem að samþykkja áformin, þeir samþykkir framkvæmdaleyfi, það er samhljóða. Þá er það 10. mál. Sjá. Breyting á deiluskipulagi, Norðurhóp 13, 15 og 17. Grenndarkynning hefur farið fram og ein athugasemd barst frá trésmiði Heimis. Í athugasemdinni var framkvæmdinni mótmælt vegna sjónmengunar og ósamræmis í raðhúsinu. Skipulagsnefnd telur að útsýni sé ekki skert með breytingunni. Nefndin telur að ekki sé lítið af mannvirkinu og bendir að lokum á að breytingin á við allar íbúðir í lengjunni sem stuðla að samræmi. Tillaga. Sviðsstjóra var falið að svara athugasemdinni. Já, við skulum hafa orðið laust hérna á milli. Vill einhver tjá sig þetta? Þessa athugasemd sem var gerð. Orðið er laust. Ef svo er ekki, þá er tillagan svo. Sviðsstjóra er falið að svara athugasemdinni í samræmi við bókun skipulagsnefndar og senda skipulagsstofnun breytinguna og staðfesta hana með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðindi samkvæmt 2. málsgrein 43. greinu skipulagslaga númer 123/2010. Orðið er laust. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæðagreiðslu þeir sem henni sammála. Það er samhljóða. Mál númer 11. Það er Hafnargata 22. Breyting á deiluskipulagi. Ég vek athygli á því að Ármann er hérna hjá okkur til hals og draus ef við þurfum að spyrja út í. Erindi er frá Þorbirni HF. Lagt fram. Í erindinu er óskað eftir stækkun lóðar og byggingarreitar við Hafnargötu 22. Erindinu fylgja minnisblað frá Eflu verkfræðistofu. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að unnið verði breyting á deiluskipulagi í samræmi við minnisblað Eflu verkfræðistofu. Orðið er laust. Ef það er engin sem gjör svelgumutur. Skriflegt samþykki, já. Gjörðu svo vel. Þeir fá einhverja stækkun á móti? Nei, það verður bara tekið að hjá Þorbirni. Já, og rauninni var Þorbirn með þetta, sko. Svo skiptu þeir og svo nú er skipt aftur.
Orðið er laust. Nú þá ber ég undir tillögu skipulagsnefndar þeir sem að samþykkja áforminu breytinguna á deiluskipulagi í samræmi við minnisblað Eflu. Þeir sem eru því samþykkir. Það er samhljóða. Tólfta mál. Hafnargata 4. Breyting á skipulagi. Erindi frá Særúnu Lind Barnes lagt fram. Í erindinu er óskað eftir breytingu á aðal- og deiluskipulagi til þess að hægt sé að reka gistiheimili við Hafnargötu 4. Svæðið er skilgreint í dag sem samfélagsþjónusta björgunarsveitarhús, / björgunarsveitarhús. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að unnið verði óveruleg breyting á deiluskipulagi og hún grenndarkynnt fyrir eigendum Hafnargötu 2. Orðið er laust. Ein spurning ef að enginn hérna frá forseta. Af hverju bara Hafnargötu 2? Takk fyrir þetta, Hjálmar. Skipulagsnefnd sá ekki ástæðu til þess að grenndarkynna fyrir öðrum. Skipulagsnefnd gerir tillögu að grenndarkynningar aðilum til bæjarstjórnar og það er í rauninni, þetta er í rauninni vegna þess að það er ekki verið að breyta byggingarreitum, þá er engin kvöð í reglugerðinni að við eigum að grenndarkynna, til dæmis eins og þegar það er verið að breyta byggingarreitum, þá er kvöð að grenndarkynna fyrir aðliggjandi lóðum og það er náttúrulega bara, það er mat skipulagsnefndar að áhrifin frá þessari starfsemi í þessu húsi ætti ekki að hafa meiri áhrif en starfsemi sem er eða hefur verið. Meiri áhrif á aðra en Hafnargötu 2. Það má kannski geta þess að í þessu mannvirki hefur verið rekin búð og ljósastofa og önnur atvinnustarfsemi þangað til í dag og það er skráð samkvæmt skipulagi sem björgunarsveitarhús sem það var fyrir 12 árum síðan og já, Guðmundur, varst þú með Guðmundur Pálsson? Varst þú með? Ég get eiginlega ekki svarað á annan hátt en að segja bara skipulagsnefnd mata svo að starfsemin hefði ekki íþyngjandi, leggja ekki íþyngjandi kvaðir á nágranna fram yfir þá starfsemi sem hefur áður verið í húsinu og verið þá í ákveðinni sáttu við nágranna að ég til. Takk. Takk fyrir þetta, Ármann. Nú, ég seti sjálf á mig á mælendaskrá á meðan. Ég set spurningamerki við á þessu svæði þarna, þar er matsölustaður þarna við hliðina og þar er búið rekstur, ég held að samskonar rekstur eða veitingastaður hafi verið þarna frá árinu 1989, 1. mars, ef að ég man rétt. En ég mun svo sem ganga að tillögu skipulagsnefndar en ég bara bendi á það að þarna er þetta gistihús við hliðina og ég ætla að vona að fólk gerir sig grein fyrir því. Allir séu sátt og samlyndi og væntanlega er það svolítið, ég gerir bara ráð fyrir því. En orðið er laust. Má ég spyrja aftur, er ekki líka, er ekki kaffihús, veitingastaður á 6? Jú. Er það ekki fá að vera með? Skipulagsnefnd mata svo að Þess þyrfti ekki. mögulega þá bara auðgað þá starfsemi eða ef eitthvað væri. Ég held að sé, já, gjörðu svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, og þar sem ég seti skipulagsnefnd þá vildi ég kannski bara fara yfir umræðinu sem átti sér stað þar og þá er almennt grenndarkynningar, þá erum við að hugsa hvort að mögulega starfsemin hafi einhver íþyngjandi áhrif, einhver neikvæð áhrif á
nágranna starfseminnar. Þannig sem sagt á endanum og við hliðina á þessari áætluðu gististarfsemi íbúðarhús sem sem sagt á Hafnargötu 2 sem við viljum grenndarkynna fyrir. Svo kemur þetta gistiheimili, svo kemur veitingastaður. Við töldum ekki að þetta myndi hafa íþyngjandi áhrif, það frekar jákvæð áhrif á aðra gististarfsemi þegar, og hinum megin við veitingastaðinn var líka nýlega samþykkt gistiheimili sem fór í gegnum bæjarstjórn og var ekki þá krafist þess að það grenndarkynnt fyrir veitingastaðnum. Þannig að mér finnst það svona kannski ekki samræmast á vinnubrögð að fara að leita álits þeirra núna. Varðandi Víkurbrautina þá var það einmitt bara ekki mat nefndarinnar að þessi gististarfsemi myndi hafa áhrif á íbúa þessa hús. Þannig stendur það mál. Takk. Takk fyrir Marta og þetta var gott að fá þetta bara að þetta hafi verið rætt í nefndinni og svo sem útskýrir það bara vel. Ef það ekki fleiri sem þá ber ég þessa tillögu skipulagðar þeir sem samþykkja. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þó svo að við hafum kannski gert mistök með því að hafa ekki grenndarkynningu á Hafnargötu 6 inn í síðast, þá finnst mér eðlilegt að það sé grenndarkynnt beggja vegna við. Þannig að ég legg til að það verði grenndarkennt einnig fyrir Hafnargötu 6. Eigum þess. Takk fyrir. Takk fyrir Guðmundur. Orðið laust. Það komið hérna til að, Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek bara undir með skipulagsnefndinni að það nú alveg óþarfi að flækja málið. Það talað íþyngjandi áhrif og hverju dettur nú í huga að það komið þarna gistiheimili við hliðina á veitingastað í svona þjónustu við svona þjónustu götu, að það hafi íþyngjandi áhrif á slíkan rekstur. Gefum okkur að þeim dyttir nú í huga að koma með eitthvað neikvætt, koma með eitthvað rök, hver getur það verið? Það er vantarlega ekki hægt að taka tillit til þess. Það væri ekki hægt að hlusta á það. Þannig að auðvitað skiptir þetta svo sem ekki öllu máli, en mér finnst bara óþarfi að vera að flækja málið. Það er þarna íbúðarhús og þar getur haft áhrif á það. En hvort það er grenndarkynnt hinum megin líka, en það er bara, ég er á móti að vera flækja málin meir en þarf. Takk fyrir það, Páll Jón. Kristín Marja, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar, ég er sammála þeim sem hafa talað hérna varðandi það að taka undir það sem skipulagsnefndin er að gera, að því að við erum nýbúin að afgreiða samskonar mál, þá finnst mér við líka þurfa að gæta jafnræðis og hafa samræmi, en við höfum það sannarlega í huga þegar við erum að grenndarkynna, að ef okkur finnst við þurfa að grenndarkynna húsinum við hliðina á, en eins og búið er að benda á, ef þetta er íþyngjandi, ég get sjálfur sér ekki séð það núna að gisting við hliðina á, þetta er kannski frekar að vera á hinn veginn, en ég ætla að taka undir með skipulagsnefndin og mér finnst sú tillaga sem liggur þar fyrir varðandi grenndarkynningu vera fullnægjandi. Takk. Takk fyrir það, Kristín Marja. Orðið er laust. Ef það er ekki fleiri sem hafa kveðið sér í ljós, þá ber ég upp tillögu skipulagsnefndar. Hún kom bara fyrir. Þeir sem samþykkið því að... Var þetta ekki breytingar til að ná með það? Já, tekin fyrst. Þetta var breytingartillaga og þá tökum við hana fyrir fyrst. Það er sem sé breyting og breytingin er svo að það verði borið undir
við íbúa sem sé I2 og 6 beggja vegna. Það er breytingin. Þeir sem eru samþykkið því að þetta verði borið undir 2 og 6, er því sammála? Guðmundur, 1 atkvæði. Hver á móti? Það eru 4 á móti. Og þá tökum við tillöguna sem að liggur að því að grenndarkynna einungis fyrir á Hafnargötu 2. Þeir sem eru samþykkið því að það verði grenndarkynnt fyrir Hafnargötu 2. Það er samhljóða. Það var samhljóða núna samþykkt að ég satt hjá í atkvæðagreiðslunni og 2 sem sátu hjá. Þá er það 13. mál. Og enn erum við í einhverjum breytingum og annars slíkt. Það er Hafnargata 8 breyting á skipulagi. Lögðu fram til að óveruleg breyting og aðal- og deiliskipulagi hafnarsvæðis Ránagata vegna Hafnargötu 8. Til stendur að breyta Hafnargötu 8 í gistiheimili. Tillagan lögð fram í 2 greinargerðum með uppdráttum frá Eflu verkfræðistofu dagsettar 18. maí 2017. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að breytingin verði samþykkt samkvæmt 43. grein og 30. og 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust. Ef engin... Já. Það var fyrirspurning sjálf. Nú erum við að taka fyrir breytinguna sjálf. Og það liggur fyrir þá að samþykkja eða hafna það að þetta fari bara á stað í kynningu og sækist eftir athugasemdum. Orðið er laust. Þeir sem eru samþykkir tillögu skipulagsnefndar, rétt upp hönd. Það er samhljóða. 14. mál. Það er hóp, endurgreiðsla og ræktun. Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs óska eftir viðauka við fjárhagsáætlun 2017 á fjárhæð 1143.000 til að greiða fyrir ræktun á hluta úr landi jarðarinnar hóps í Grindavík. Þetta hafði komið fyrir bæjarráð. Bæjarráðið samþykkti samkomulagi og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka að umræddu upphæð sem verði fjármagnaður með lækkun á handbæru fé. Orðið er laust. Þetta er lóð þarna við tjaldsvæðahúsið, svo allir séu með. Gjörðu svo vel, Páll. Þetta er ekki tjaldstæðin sjálf. Þetta er allt tjaldstæðahúsið og viðbótin lóðin sem er á að fara undir smáhúsin og sjónarhóll. Hún var hluti af þessu eignarnámslandi. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Páll. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er sem sagt, ef við skildum rétt, þá er verið að greiða fyrir núna tjaldstæði sem eru löngu komin og sjónarhól. Þannig að þá er einhver breyting á þá lóða leigu, þá er þá bærinn að rukka sjónarhól lóða leigu eftir þetta, hefur ekki gert það hingað til þá. Ég þekki það ekki. Og kannski þá í framhaldi sko af
hvort eitthvað samkomulag þá skriflegt eða munnlegt viðkomandi er þá svona framhaldið á því ræktaða landi og hvort það hefur verið gerð úttekt á því hvað er eftir af þessu ræktaða landi þarna á þessari jörð. Já, þetta er sem sagt eldra mál sem að varðar eignarnámsland sem að eignarnámsland Grindavíkur og Hóps. Já, það liggur fyrir hvaða land er eftir og þá í framhaldið er eðlilegast að við myndum semja leigu á því landi. Að sem sagt við myndum greiða fyrir ræktunina á restinni af Hópslandinu og leigja það svo tilbaka til þeirra sem eru að sem sagt, halda út í búskap hérna á svæðinu. Við erum með kort af öllu svæðinu og búin að bera það saman við það sem er eftir. Takk fyrir það, Ármann. Orðið er laust. Eða ekki fleiri kvasil hljóðs, þá ber ég upp tillögu bæjarráðs að samþykkja þennan viðauka upp á 1143.000, þeir sem eru samþykkir. Það er samhljóða. 15. mál, óskum viðauka. Það er götusópun. Sem sé bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka fjárhæð 4 milljónir til götusópunar og niðurfallshreinsunar sem fjármagnaðar verða með lækkun á handbæru fé. Ég samþykkti þetta í bæjarráði og hélt að það hefði verið gerð mistök í fjárhagsáætlunargerð, allavega með niðurfallshreinsunina. En það lá eitthvað á milli hluta hvort það hefði verið vegna þess að við fundum það ekki nema við einhverjar stofnanir, það sem það var. En orðið er laust um þetta mál. Einhverjar spurningar þá til Ármanns eða útskýring kannski. Ármann vilti koma kannski segja bara aðeins frá því, þannig að... Eitt stutt. Bæta við að þetta er ekki viðbót, þetta er sem sagt bara öll götusópunin og niðurfallshreinsun fyrir árið. Sem að við sem sagt ætlunin var að við gerðum tilraun til þess að ætluðum að kaupa götusópara sjálfir en það var fellt í fjárhagsáætlun og við gleymdum bara að bæta við þá götusópuninu sjálfur afturinn. Þetta er svona bara ákveðin leiðrétting og er sambærileg síðustu ára. Takk fyrir það, Ármann. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hann finnst það svolítið stór tala. Ég langaði því kannski bara að spyrja Ármann að því bara hvað er þetta sópað einu sinni á ári? Kemur hann einu sinni á ári og sópar og hreinsa niðurföll eftir veturinn eða kemur hann oftar? Og svona til uppbyrjunar, hvað var það sem að götusóparinn sem að tækið átt að kosta sem þið báðuð Manstu þá tölu? Já, þetta vinnur tvennt saman. Ef við fækkum til dæmis götursópunum þá þurfum við að fjölga niðurfallshreinsunum. Það er bara þannig að grjótið og steinarnir þá eru þeir bara meira í niðurföllunum ef við sópum það ekki sjálf. Við gerðum ráð fyrir 2 hreinsunum, göturhreinsunum á þessu ári en reyndar höfðum við bara inn í þessari þá eina hreinsun og svo eina niðurfallshreinsun. Það eru rúmlega 1000 niðurföll í Grindavík þó að þetta sé lítill bær þá er hann glettilega stór og það eru stórar og breiðar og langa götur. Það eru yfir 1000 mannvirki líka í bænum og
Hann er glettilega stór og þetta tekur töluverðan tíma. Þannig að já, við gerum ráð fyrir þá einu að hvoru og götusóparinn sem við ætluðum að kaupa var um 3 milljónir. En þá það ekki, náttúrulega, við erum ekki að tala um alvöru götusópara eins og kemur þá og sópar fyrir okkur, en það þá minni götusópari sem þá fyrir áhaldahúsi til þess að nota. Og þá var hugsunin þannig að við myndum sópa göturnar þegar það niðurtími í áhaldahúsinu eða við höfum þá getum við gripið til sópsins. Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Bæta við, hann var á afslætti þetta og hann átti að vera á 6 milljónir. Já, forseti Listaverðið 6 milljónir. ágæti bæjarfulltrúar. Heyriði nú þessa tölu. Það kostar okkur 4 milljónir að sópa hérna einu sinni og hreinsa niðurföllum. Í fjárhagsáætlun svo ég minnist nú ekki á skotbómuliftarann sem að menn týndu nú ekki að hafa inn í fjárhagsáætlun, heldur á að nota þann gamla. En götusóparinn sem getur sparað okkur hérna milljónir, við týndum ekki að kaupa hana því það stóð illa á. Þannig að þetta ekki, þurfum við ekki aðeins að gera okkur í brók og fara að eignast alvöru tæki til þess að spara pening. Þeir sem í rekstri, þeir átta sig á því að það ekki bara að spara og eiga gömul tæki og engin. Við gátum fengið götusópara á 3 milljónir og nú erum við að borga verktaka 4 milljónir fyrir eina götusópara. Bara aðeins svona minna okkur á þetta svo við höfum þetta í huga í næstu fjárhagsáætlun. Takk fyrir það, Páll Jóhann. Ég hef búin að setja sjálf mig á mælendaskrá og þeir sem eru á mælendaskrá, það er Kristín María á eftir mér. Ég ætla að biðja að fara með rétt mál. Hvað stendur? Þetta er viðauki upp á 4 milljónir. 3 milljónir af þeim kostnaði fer ég að hreinsa niðurföllin. Þannig að götusópurinn einn kostar 1 milljón. Þá er það skýrt. Ég veit ekki ef og hefði þessi var til, en þú áttað á því ef að við hefðum keypt götusópara fyrir 3 milljónir og hvað, hann fór ekki sjálfur á göturnar og það kannski þú myndir útskýra það, Ármann, að þannig að sé á hreinu, það þarf mann á það tæki og það þarf líka, það tæki og mann, það er líka kostnaður. En ég get alveg tekið undir að það megi skoða þessa leið og eiga þetta tæki. En þetta er ekki alveg svona einfalt að sé að vera bara móka peningum út, bara milljónir út af þessu, að þetta hafi ekki verið sett samþykkt á fjárhagsáætlun. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og aðri bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa leiðréttingu. Mig langar líka að koma inn á það. Við erum alltaf að horfa í krónur og aura og við erum alltaf að kanna það hvort við getum ráðstafað fjármagninu þannig að við séum að gera hlutina skynsamlega. Og við vorum ekki með þessa tölur þannig þegar við vorum að taka ákvörðun þennan götusópara í síðustu fjárhagsáætlun. Það væri kannski ágætt þegar við erum að vinna fjárhagsáætlunina að vera bara búin að leita tilboð áður en við tökum ákvörðun hvort við ætlum að kaupa tækin eða ekki. En ég tek sannarlega undir það að þetta er gott að eiga tæki ef við höfum mannskap til þess að vera á þeim og sinna þeim verkefnum sem þarf að sinna. En mér finnst mjög gott að sjá það að það er verið að veita fjármagni í niðurfallshreinsanir því það er sannarlega þörf á því víða götur þegar er svona mikil rigning og tala nú ekki þegar eru þíða og leysingar yfir vetratíman að þá skiptir mjög miklu máli að fólk komist sérstaklega út úr húsunum sínum. Þannig að ég held að við séum öll á sama báti þegar kemur að því að reyna að ráðstafa fjármagninu þannig við séum að gera það skynsamlega. Það er gott að eiga tæki en við þurfum líka að hafa mannskapinn til þess að vera á þeim og mér finnst það líka bara góður punktur sem að Ármann kom inn á núna að þú veist, ef við erum að sinna götuhreinsunum að þá erum við ekki jafn mikið í að hreinsa niðurföllin. Þannig að
það er spurning, hvoru viljum við vera að sinna? Og viljum við ekki reyna að halda bænum bara hreinum og fínum þannig að við getum verið að sópa göturnar. Og kannski ef við hefðum vitað á þeim tíma sem við höfnum því að taka inn þennan götusópara að hann væri á helmingsafslætti og kostaði 3 milljónir í staðinn fyrir 6, að þá kannski, þú veist, hefði maður hort öðru sá það, ég veit það ekki, en allt er þetta ákvarðanir sem við erum að læra af og við erum örugglega eftir að taka þessa umræðu aftur í haust þegar við vinnum næstu fjárhagsáætlun, en ég mun og er búin að taka afstöðu til þessa viðauka í bæjarráði og mun samþykkja hann hér í bæjarstjórn. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það reyndar kom fram hjá Kristínu Maríu að það segir sig sjálft, kom fram hjá Ármann líka að ef aldrei er sópa þá skólast það niður í niðurföllin og þá kostar milljónir að dæla upp úr þeim. Þannig að sparnaðurinn náttúrulega liggur í því að sópa þetta oftar, nota dauða tíma eins og sviðsstjóri nefndi. Þannig að það er nú alveg ljóst og auðvitað gerir þetta sig ekki sjálf. Það eru, þó að séu komna ryksugur sem ryksuga sjálfar, þá held ég sé ekki komnir svona götusóparar sem að geta farið úr göturnar. En já við, sko, ég man nú ekki betur en að þessi beiðni hafi legið fyrir þegar ákvörðunin var tekin. En við skulum ekki þráttu það. Ég er bara svona að minna á þetta að hvað það er mikilvægt að í áætlunum þá hugsum við aðeins fram í tíman með tæki og tól. Hvað er næsta mál? Það við ekki hérna á bæjarstjórnum að kaupa eina ljósritunar vél. Gátum við ekki haft það inn í fjárhagsáætlun? Nei, bara svona, þú veist, þetta er bara, verum svolítið framsýn. Takk fyrir það, Páll Jóhann. Gjörðu svo vel, orðið er laust. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, skemmtilegt þegar svona smámál verða stórmálum. Ég var að reyna að rifja þetta upp og skoða þessar tölur og þetta var tæki átt að draga á dráttarvél. Þannig að þetta var einhvers konar götusópari sem að ég held við hefðum samt sem áður keypt þjónustu til þess að sópa göturnar almennilega. Þannig að ég held við værum samt að sjá hér 3 til 3,5 milljón í þennan viðauka. Þannig að við skulum aðeins róa okkur í þessu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Þá orðið er laust, eru fleiri sem að vilja, ef svo er ekki þá ber ég undir tillögu bæjarráðs að samþykkja viðauka að fjárhæð 4 milljónum fyrir niðurfalls og götusópunar. Þeir sem eru því samþykkir, það er samhljóða. Þá er það 16. mál og það er enn beiðni viðauka. Sviðsstjóri félagsþjónustu og fræðslusviðs óskar eftir viðauka við fjárhagsáætlun fyrir ársins 2017 til að kaupa ljósritunavél. Við höfum samþykkt þetta í bæjarráði. Þessi óskum viðauka, það fylgdi heljarnar grein, en þetta hafði enginn séð fyrir andlát þessara ljósritunavélar og ekki einu sinni í fjárhagsáætlun síðastliðið haust. Þannig að við áttum engan annan kost heldur en bara að samþykkja það. En orðið er laust. Til að bæjarstjórn samþykki þennan viðauka upp á 750.000, þeir sem eru samþykkir, það er samhljóða, takk. Já, og verði fjármagn með lækkun og handbæru fé. Það er 17. mál. Það varðar félagslegt húsnæði, breyting á reglum. Við höfum væntanlega
þið hafið séð breytingar á þessum reglum og tillögurnar þar en bætt inn í reglurnar ákvæðin sem snúað úthlutun íbúða við tungutu 15-17, 5. grein A. Forgang eiga þeir sem þurfa á sérstökum stuðningi í skilningi reglugerðar þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu. Jafnframt sett inn heimild til að úthluta íbúðum í húsnæðinu tímabundið, 6 mánuði. Þrátt fyrir að viðkomandi þurfi ekki á slíkum stuðningi að halda, þá sett inn ákvæði í 10. grein A að tryggja leigusala, þar segja Grindavíkurbæ, til að færa leigjendur á milli íbúða ef málefnalegar ástæður liggja til grundvallar. Orðið laust. Nú ef enginn hefur hvað sem ljós þá ber ég þessar breyttu reglur undir bæjarstjórn, þeir sem eru samþykkir þessum breytingum. Það samhljóða. Þá það 18. mál, reglur ferðaþjónustu hjá Grindavíkurbæ. Félagsmálanefnd Grindavíkur hefur samþykkt drög að reglum ferðaþjónustu fatlaðs fólks og vísa málin til umræðu og afgreiðslu í bæjarráði. Bæjarráð samþykkti reglurnar og vísaði þeim til staðfestingar í bæjarstjórn. Nú, þið hafið séð þessi drög og væntanlega kynnt ykkur málið. Þannig að orðið laust. Nú, ef enginn hefur hvað sér ljós þá ber ég undir að samþykkja reglurnar líkt og bæjarráð gerði. Þeir sem eru sammála tillögu bæjarráðs samþykkir þessu breytingum, það samhljóða. Þá það 19. mál. Reglur Grindavíkurbæjar inntöku barna í leikskóla. Lögð fram tillaga viðbót við reglur leikskóla. Við grein 3 reglur úthlutun leikskóladvalar, 3. lög bætist við liður 4. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að 4. liður orði svo. 7. liður segir börn starfsmanna, leikskólakennara og leiðbenda í leikskóla í Grindavíkurbæ. Maður sjá, ég nú eitthvað að fara, leggur til að orði svo, börn starfsmanna, leikskóla, leiðbenda. Einnig umorðað hvernig ber að skila umsóknum vegna forgangs. Mikilvægi forgangs fyrir starfsmenn liggur í starfsmannaskorti lautar. Þar sem þarna að þeir starfsmenn sem hlúa að börnum eða að passa, þá ekki talað matráð eða ræsti, að þeir njóti forgangs. Orðið laust. Þú myndir geta að gera svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég sitt í fræðslunefnd og við tókum þetta fyrir og í okkur umfjöllun þá tölum við alltaf starfsmenn. Okkur fannst ekki ástæða til þess að tilgreina hvort það veri leikskólakennarar eða leiðbeinendur sérstaklega. Ég held að það sé allt jafn mikilvægir í leikskólanum, starfsmennirnir, og ég held að það geti komið upp svo staða til dæmis ef að vantar þroskaþjálfa, vantar aðstoð við börn með stuðningi, að það væri gott að hafa þetta til dags. Ef þessi þroskaþjálfi með ungt barn sem tilbúinn til að koma til starfa. Þannig að ég legg til að við fylgjum nefndinni og höldum þessum texta inni sem núna. Börn starfsmanna, leikskóla Grindavíkur. Takk. Guðmundur, þakka kærlega fyrir þetta. Orðið laust. Einhver sem nefnda Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta góð ábending hjá Guðmundi út af þannig að vissulega detta úr ákveðni starfsmenn sem ég veit að var ekki ætlum bæjarráðs að taka út, eins og sérkennarar, þroskaþjálfar, iðjuþjálfar sem geta vissulega verið starfandi á leikskólum og komað umönnun barna.
Aðalástæðan held ég fyrir að bæjarráð vildi breytingu á þessu ákveði er til að ákveði myndi frekar koma á móts við ástæðanum fyrir að þetta er lagt fram. Ég persónulega er ekkert hrifin að því endilega að svona ástæða liggi fyrir að ákveðin börn eru sett í forgang fram yfir önnur. En það geta komið upp aðstæður eins og núna þar sem virkilega skortur er á starfsfólki í umönnunarstöðum inn á leikskólum. Já, að það sé skortur á þeim starfsmönnum sem kalli á svona breytingu á reglum. Þannig að ég er alveg fylgjandi því að við getum aftur endurorðað hvernig við viljum hafa þessa grein, en ég er ekki fylgjandi því að það verði börn allra starfsmanna að leikskóla. Því þar liggur bara ekki þörfin eins og ég skil þetta mál. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Marta. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa ábendingu. Mér langar að byrja á því að segja að við vorum ekki að reyna að gera upp á milli hvort þú ert leikskólakennari eða leiðbeinandi. Þetta eru bæði jafn mikilvæg störf, við vorum alls ekki að eitthvað nýtast í það. Það sem lá að baki þegar við vorum að fara yfir þetta var að við vorum að hugsa þetta þá sem að væri í þessum umönnunarstörfum. Og auðvitað eru það líka þeir sem eru sérkennarar og þroskaþjálfar og annað. Þannig að í rauninni það sem við vorum að hugsa var að þetta væru ekki allir. Þeir sem væru líka að sjá ræstingu og elda í eldhúsinu, þannig að það var þá spurning hvort að við myndum endurorða þannig að það væri börn þeirra starfsmanna sem eru sjá umönnun barna eða eitthvað þannig. Gætu við umönnun og kennslu? Já, akkurat, takk. Þannig að gætu við kannski breytt þessu á þann veginn, það er kannski bara svona tillaga að við myndum það hafa börn starfsmanna sem koma að umönnun og kennslu barna. Innan skóla, Já, væntanlega á þarna. Þannig að ég svona allavega legg það til að við myndum breyta einhvern veginn á þann veg. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Já, fyrirgefðu Páll Jón, þú varst næstur, Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð nú að segja, ég er nú hissa á því að fara að reyna að flokka einhvern svona vinnustað. Sko, þessi er mikilvægar en hinn og ég held að þetta snerist það að halda þessum leikskólum gangandi, því ef að leikskólinn gengur ekki að þá ég segi ekki að loki öll fyrirtæki, heldur lamast kannski mörg fyrirtæki og ætla að fara að segja að þessi sé mikilvægar en einhver annar. Ég held að þetta snerist það að halda leikskólanum gangandi og það er nú bara einhvern veginn þannig að það er engin keðja sterkari heldur en veikasti lekkurinn og ef þá að fara að skilja skúringakonuna eða matráðin eftir. Ég hefði haldið bara annarkvort ætlum að hafa leikskólanum gangandi og þá fylgja þessi forréttindi ef það má þá á annað borð en ætla að fara að skilja þá sem eru kannski lægst launaðust eða ég tek bara ekki þátt í því. Annarkvort er það fyrir alla á leikskólanum eða engan. Takk fyrir það, Páll. Guðmundur. Svo er Marta næst. Forseti, bæjarfulltrúar, þegar við skoðum gögnin sem við fengum, þá var alltaf að tala um starfsfólk í öllum öðrum skólum sem veittu svona forgang. En ég held að sé ágætt til ná málamiðlun að við föllumst á þessa tillögu Kristín Maríu, kennslu og umönnun. Göngum það skref núna, kannski göngum við lengra næst. Ég held að fyrir hönd kannski nefndarinnar myndum við kannski fallast á það til að fá þetta í gegn, til að koma veg fyrir að reyna að fá fólk inn í leikskólana til starfa. Þannig að ég legg til að endur þessu þannig. Takk.
Takk fyrir þetta Guðmundur. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst of mikil einföldun að segja að vandamáli sé bara að við þurfum að halda þessum leikskólum gangandi. Vandamáli sem við stöndum fyrir að okkur tekst illa að halda í bæði menntaða leikskólakennara og bara menntað starfsfólk inn á leikskólum og líka leiðbeinendur. Það gengur illa að fá það til starfa, það gengur illa að halda þeim í starfi. Ég hef ekki fengið þá vitneskju án þess að ég sé eitthvað að draga úr mikilvægi ræstitækna og matráða, en þá hef ég ekki fengið þá vitneskju að það gangi illa að halda í eða finna starfsfólk í þá stöður. Gerum okkur líka grein fyrir því að þessi forgangur bitnar á öðrum foreldrum sem sinna öðrum störfum inn í sveitarfélaginu. Þess vegna finnst mér algjör óþarfi að ganga lengra með þetta forgangsákvæði, ganga lengra með það en þarf. Þess vegna vill ég að við höldum okkur við að þetta séu starfsfólk í umönnunar- og kennslustöðum innan leikskólans og bara stend fyllilega með þeirri skoðun minni. Takk fyrir það, Marta. Kristín María, gjörðu svo vel. Ég ætla nú bara að forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að sitja undir því að ég sé eitthvað að gera lítið úr öðrum starfshetum inn á leikskólans. Þetta eru allt mikilvægt hlutverk og ég hef aldrei haldið öðru fram. En hins vegar þá tek ég líka algjörlega undir það sem Marta að segja. Við erum að reyna að mætast á einhverju leið, en við þurfum líka bara að horfa í það að það er vandamál. Það er bara alvarleg staða innan leikskólana og mögulega gæti orðið svipuð staða innan skólana. Við þurfum nauðsynlega að hafa starfsfólk til þess að annast börnin, bæði í leikskólanum og sjálfsögðu í grunnskólanum. Þannig ef við getum stigið eitthvað skref til þess að hafa gott starfsfólk og til þess að manna deildirnar, að þá eigum við náttúrulega að gera það. Og ég held að það sé líka alveg til í því sem Marta var að segja, varðandi ræstitækna og matráð og annað. Ég er ekki viss um að það sé kannski eins. Það er gríðarlegt álag að sinna börnum fyrir þá sem kannski ekki vissu. Og það er mikið álag á þeim sem eru á leikskólum. Þannig að ég verð bara að segja eins og mér finnst þetta allavega skref sem ég er algjörlega tilbúin að styðja ef að það leysir þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í að manna leikskóladeildirnar. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Hörðu, orðið laust. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ef það er einhver sem að gera sér ekki grein fyrir því að það er erfitt að manna allar stöður í dag. Það er erfitt að fá fólki í vinnu. Ástandi í þjóðfélaginu er bara þannig. Þannig að það er ekki bara kennarar eða leiðbeinendur. Það er í allar stöður. Þannig að ef að menn er ekki alveg búin að átta sig á því þá bara bendi ég þeim á það. Þannig að einn á svona vinnustað ætla að fara að mismuna fólki svona með einhverjum forréttindum, mér finnst það bara ekki rétt. Takk fyrir það, Páll Jóhann. Orðið laust. Jóna Rut, gjörðu svo vel. Forseti, ég tek einhuga undir það sem að Marta og Kristín María var að tala um áðan. Þetta er erfið stéttamanna og það er alveg vitað um all land. Leikskólakennsla og fyrir leiðbeinendur, það er bara mjög erfitt að halda fólki innan þessar stéttar. Og þetta er bara um all land sem að þeir eru vandræðir með þetta og búin að vera að þurfa að manna þetta á síðustu stundu oft rétt fyrir opnu leikskóla á haustinu og svona. Þannig að ég held að, mér finnst þetta bara mjög gott framtak og ég bara vona að þetta verði hvetjandi til þess að fólk og konur og starfsfólk komi á starfi leikskólanum og þetta verði til þess að við lendum ekki í þessum vanda að þurfa endalaust að manna á nýju hausti leikskólan með nýju fólki og það er mjög skemmtilegt að vinna á leikskóla, ég ætti að vita að ég er leikskólakennari en þetta er alveg gríðarlega erfitt starf
og þetta eru eina erfiðustu störfum í dag og ekki vel mönnuð, því miður. Nei, ekki vel launuð, fyrirgefið, því miður. Þannig að þetta, ég bara ætla að samþykkja þessa breytingatillögu sem kom inn með, sem Kristín María kom með. Takk fyrir það, Jóna Rut. Orðið er laust. En það kom hérna tillaga breytingu á síðasta lið. Er það komið inn? Já, tillagan orða svo, ég lesa hann upp. Sem sé að þarna að það heyri börn starfsmann í leikskólum í Grindavík sem starfaði kennslu og umhönnun. Að þetta breytist verði svona, og breytingin er að þarna var áður börn starfsmanna leikskóla Grindavíkur. Ég ber þessa breytingatillögu. Gjörðu svo vel, Páll. Hún liggur fyrir, hún er, já við erum með, það liggur fyrir breytingar til að þetta orðist eins og ég las upp á hann. Nei, til að sem liggur fyrir er í raun til að sem bæjarráð leggur fram. Þannig að þessi, það sem nefndin leggur fram er í raun ekki til það, þannig að það er alveg rétt hjá honum að vilja bera tala fram líka. Já, það er rétt. Þannig að þetta eru bara tvær tillögur sem þarf að kjósa. Sem þarf að kjósum. Það er annars vegar, það er nefndin, nei, það er það sem að bæjarráð. Það sem bæjarstjórn núna er að. Já, og við ætlum þá að kjósa reglurnar í heild sinni, eða þessa, fyrst, og svo er það breytingin. Eða erum við að taka bæjarráðið fyrst? Bæjarráðið er það sem liggur fyrir. Bæjarráðið leggur til við bæjarstjórn þessa breytingu á þessum lið, og að við erum búin að breyta þeim alltaf frá því sem var, ef við höfum þetta alveg rétt, það er rétt. Já, fræðslunefnd, bæjarráð. Já, þá erum við að leggja upp tillögu bæjarráðs. Nei, fyrst frá nefndinni, þá tökum við fyrst frá nefndinni og það er hérna eins og liggur hér fyrir. Já, upprunalega reglunar, þessar breytingar. Þá ber ég fyrst til atkvæðagreiðslu, reglunar frá nefndinni. Og þeir sem eru sammála þessum breytingum sem koma frá félagsmálanefndinni, fyrirgefðu, fræðslunefndinni, þeir sem eru sammála þeim breytingum sem þarna koma fram, rétt upp hönd. Það eru 2 samþykki því, einhverjir á móti og 5 á móti. Þá tökum við númer 2, það er tillaga bæjarráðs. Eruð þið með orðalagi á því? Með áorðnum breytingum. Og tillagan verði svona, sem orðið svo: börn starfsmann í leikskólum í Grindavík sem starfa við kennslu og umhönnun. Það er borið til atkvæðagreiðslu, þeir sem eru samþykki því, rétt upp hönd. Það eru 6 með einhverja móti. Páll Jóhann situr hjá. Hálís, þá er hún samþykkt. Jæja.
síðan þurfa að samþykja alla reglurnar. Ég fór aðeins fram með og er bara búin að þennan lið. Þá berum við til samþyktar sem sé reglugrindavík og inntöku barna í leikskóla og þá eru allar reglurnar undir. Þeir sem eru samþykja þessum breytingum og samþykja reglurnar, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það 20. mál. Minja- og sögufélag Grindavíkur. Viðauki vegna samstarfssamnings. Lögðu fram beiðni viðauka frá sviðsstjóra frístund- og menningarsviðs Björgu Erlingsdóttur vegna samnings við Minja- og sögufélag Grindavíkur að fjárhæð 320.000. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka að fjárhæð 320.000 sem verði fjármagnað með lækkun á handbæri fé að fjárhæð 170.000 og hækkun tekna vinnuskóla að fjárhæð 150.000. Orðið er laust. Ef enginn hefur hvað sér hljóðs, þá ber ég tillögu bæjarráðs upp þennan viðauka upp á 320.000. Þeir sem eru því sammála, rétt upp hönd, það er samhljóða. 21. mál. Liggur fyrir nýr samningur æskulýðsstarfs milli Grindavíkurbæjar og Grindavíkurkirkju. Gildistími samningsins er 2017 til 2020. Ég ber þennan samning undir, þetta eða orðið er laust. Gjörðu svo vel. Misræmið þarna á milli. 17 til 19. Er það rétt svoleiðis? Er það sundurliðað þar árgreiðslan? Já, vegna þessar ára. Ok. Já, 19. Herðu, ég ber þennan samning upp til þeir sem eru samþykkið þessu samningi. Það er samhljóða og við felum bæjarstjóra að undirrita. Ég legg til að við tökum örstutt fundarhlé, 5 til 10 mínútur. Er það samþykkt?
þá erum við bara klár. Nú þá höldum við áfram, þetta er stutt hlé og tökum fyrir mál númer 22 sem er knattspyrnudeild UMFG, beiðni framlengingu samnings verktöku við umsjón mannvirkja 2017. Lagður er fram til staðfestingar samningu við knattspyrnudeild UMFG vegna umsýslu eigna á knattspyrnuvelli. Meirihluti bæjarráðs leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun 2017 að fjárhæð 2.760.000 á lið 06611 4341 sem verði fjármagnað með lækkun á handbæru fé. Orðið er laust. Ef það er engin, já, Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta mál hefur oft borið á góma og margrætt, en mér finnst þetta að vera forsaga þessa máls svolítið og saga þessa máls svolítið svolítið skrítin. Það er að vera komið núna í júní og það er verið að gera samning núna frá 1. janúar að greiða starfsmönnum laun. Nú, við framsóknarmenn höfum nú setið hjá í þessu máli, við höfum ekki lagt það til að þetta verði bara undir annarri starfsemi þarna á íþróttasvæðinu. Við erum þarna með starfsmenn sem sinna þessum íþróttamannvirkjum að vera svo með verktaka þarna innan svæðinu til að sjá ákveðið mál. Ég held að það sé liðin tíð. Það er bara barnsins tíma. Þetta er orðið sameiginlegt svæði sem hlýtur að vera ákveðin hagræðing í því að færa fólk á milli. Nú, þetta byrjar með beiðni frá knattspyrnudeildinni þessa áframhaldandi samning, eða endurnýjun á samning sem var 270.000 og beiðnin hljóðar upp á 500.000. Það er nú talsvert mikil hækkun. Það er reyndar ekki alveg 100% hækkun, en þegar að beðið er gögn og útskýringu á þessari hækkun, að þá koma útreikningar og þá er talan orðin 700.000, eða 760.000. Þannig að manni finnst þetta ekki alveg vera sannfærandi og það má segja að glöggt er gests augað. Við fengum nýjan fulltrúa sviðsstjóra frístunda og menningarsviðs sem kemur að þessu svona máli og sér þetta svolítið frá kannski öðru ljósi heldur við sem erum búin að vera að þrasa með þessi mál í mörg ár. Og alltaf erum við fallin á tíma þá alltaf að skoða þetta betur næst. Það er bara tendið í þessu. Og hún kemur með hún leggur í sínum minnisblaði fram 2 tillögur A og B. Það sem annars vegar er gerður nýr samningur og farið þá eftir útreikningum og rökstuðningi frá knattspyrnudeildinni sem er þá væntanlega 700.000. Ekki verðum við því. Svo kemur B-liðurinn þar sem hún leggur til að þar sem hún svona sem kemur utanaðandi og sér þetta frá öðru ljósi og það sem hún leggur til að B-liður verði valinn sem hún setur upp þarna 2 kosti. Falli verði frá samningi við knattspyrnudeild daglegan rekstur eigna Grindavíkurbæjar á íþróttasvæðinu og verkefnin falin starfsmönnum íþróttahús. Tekið sér mið af þeirri verkefnastöðu sem er í íþróttahúsi og auki verði starfshlutfall eftir þeim þörfum sem aukin verkefni kalla á. Þetta er B-liðurinn. Í
Svo segir hún hérna, í ljósi þess að mikil starfsemi í íþróttahúsi og fyrirsjáanlegt að hún vaxi enn frekar við fyrirhugaðar framkvæmdir og byggingu, leggir til að leið B verði skoðuð með það að markmiði að styrkja starfsemi íþróttahús og létta eða dreifa álagi á starfsmönnum þess. Það er A og B. Við veljum ekki A. Ef við höfum farið eftir A þá var það væntanlega 700.000. Þó að það sé kannski, ég veit ekki hvað, mörg prósent hækkun. Þannig að við framsóknarmenn höfum nú lagt til að við hérna förum nú ekki að láta knattspyrnudeildina greiða þennan 200.000 krónu mismun. Okkur fannst nú nóg að þessi 100% hækkun tæplega, en svo þegar þeir segja okkur að þetta kosti 700.000, þá fer maður nú að efast útreikningana. Nú þeir eru komnir á blað og ég er alveg sannfærður að hérna, við hefum gott að því til þess að skipuleggja framtíðina þá, að taka bara þessi máli yfir. Þannig að það séu bara skýrt hver hérna, sér þessar eignir. Þannig að hérna, við framsóknarmenn höfum lagt það til og leggjum það til enn að það verði farið eftir þessari tillögu hennar og hlusta á hana. En mér heyrist nú og sýnist, og það er bæjarráðið búið að samþykkja aðra leið, fara þarna einhverja millileið. Nú hvort eru ofsælir að 500.000, eftir því sem þeir segja, þá þurfa þær að bæta við 200.000. Þannig að ég mun ekki geta hérna, stutt þetta mál og mun senda okkur hérna, bókun þar að leiðandi. Takk fyrir það, Páll Jóhann. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það er rétt hjá þér að það er ný sviðsstjóri og hún er búin að eiga samtalið við knattspyrnudeildina þennan samning og það er rétt að hún lagði upp þessa valkosti sem við ræddum mjög ítarlega í bæjarráði á fundi sem þú reyndar varst ekki á því að Ásrún sat þann fund og þar komu þessar vangaveltur sem þú ert með og það sem hún var að tala að við tækjum þetta yfir algjörlega til greina. En við ákváðum á bæjarráðsfundunum að það var ekki tímabært á svo stöddu. Við ákváðum að gera þennan samning til árs og niðurstaðan var 500.000 á mánuði, ekki 750.000 eins og þú talar svolítið mikið en þeir vissulega fóru fram á þá fjárhæð. Þannig að við munum taka upp þráðinn aftur eins og við höfum svo oft gert og mér finnst það alls ekkit fjarri lagi að við könnum þann möguleika en við þurfum líka að huga fullt af öðrum þáttum í þessu samhengi. Það er að segja, þetta eru húsnæði sem að knattspyrnudeildin er að nota og þeir eru með starfsfólk í vinnu við umsýslu og þrif og utanumhald og annað. Þannig að þetta er samningur sem að gildir frá janúar til desember og síðan munum við aftur fara af stað í að eiga samtalið og ég vona bara að við getum haft það samtal gott og að við reynum að hlusta á sjónarmið begge aðila. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég mun samþykkja þá tillögu sem liggur fyrir frá bæjarráði, en ég get alveg sagt að það er ekki með glöðu gert. Það er mikil gremja sem fylgir svo mikil óánægja með ferli málsins, með samskiptaaðferðir og samningsleiðir sem að knattspyrnudeildin hefur valið sér. Það er svo löngu tímabært að fara að taka þessi mál föstum tökum. En þá þurfur fólk líka aðeins að standa í lappirnar og vinna fram í tíman, ekki alltaf eftir á. Þannig að við getum gert betur og við þurfum að fara að gera betur og vonandi förum við bara strax í það verk. Þetta er kannski að skásta sem við gátum fengið í þessari stöðu, en þetta er ekki góð niðurstaða. Takk fyrir það, Marta. Orðið er laust.
Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég veit eiginlega ekki hvað á að kalla þessi vinnubrögð. Þetta er svona, mér finnst það lykta svona eins og, þetta er ákveðin ákvörðunarfælni. Það er dregið að taka ákvörðun ár eftir ár. Það er sama vandamáli ár eftir ár. Og svo eru menn fallin á tíma og þá gerir þetta í haust, þá gerir þetta í vetur og svo eru menn aftur fallin á tíma vegna þess að þínir segja bara nei. Endalaus eftirgjöf eftir ákveðnum hópum hérna er nánast óþolandi. Menn komast upp, hérna ákveðni menn komast bara upp með hérna, hluti sem aðrir komast ekki upp með. Svona mismunun á deildum er bara óþolandi. Þannig að ég bara á alveg svona því að við verðum alveg í nákvæmlega sömu sporum hérna næsta vetur. Ég er nærri alveg viss það. Ég veit ekki hvað á að breytast. Þannig að hérna, en það er bara meiri hluti hérna þessar bæjar sem ræður og ég ætla ekki að lengja þetta mál meira. En ég sé bara að senda ykkur bókum, viltu ekki lesa það? Takk fyrir það, Páll Jóhann. Ég hef búin að setja sjálfur mig á mælendaskrá. Hér er talað létt þessar tölur. Þetta er talað 270.000, 500.000, 700.000. En hvað gerðum við í bæjarráði? Við lítum kostnaði með þetta. Forstjóri mannvirkjanna fór á stað og það var 900.000 krónur sem það kostaði. Auðvitað getum við deilt það með skatti og öllu launatengdum gjöldum, verktakarlaun, en það hefði þó kostað bæinn það. Síðan leituðum við ráða hjá nýráðnum frístund- og menningarfulltrúa. Hann taldi ekki ráðlegt, ef leiðin hefði átt að farast, að setja starfsfólki saman þetta. Hún taldi það ekki ráðlegt, ekki frekar en við hinn. En samskap bara setja þetta alls saman, þau eiga bara að vinna þarna. Ég bara benda það að það er alltaf verið að tala um að fresta þessu og fresta þessu og fresta þessu. Það er ástæða fyrir því. Og núna var ástæðan svo að það er komið nála sumri, það eru ákveðin óleyst mál, við erum með stórglæsilega byggingu sem heitir Gjáin, hún er svolítið þéttsetin, það þarf að laga til þar og ég tek bara undir orð Mörtu, þetta var bara illskásta leiðin og við bara gerðum það svoleiðis. Fyrir utan það að ég veit ekki hvað, ég held að við ætlum bara að vera stolt. Hérna erum við rúmlega 3.000 manna sveitafélag með 2 fulltrúa í efstu deild í knattspyrnu. Ég meina við hefum verið stolt af þessu. Og verið að tala um að sé verið að mismuna deildum. Hverjum er verið að mismuna? Erum við verið að mismuna öðrum deildum og er verið að gera knattspyrnunni eitthvað hærra undir höfðið en öðrum deildum? Ég bara hvet menn til að skoða það sjálfboðastarf sem fer fram í fótboltanum. Það eru ansi margir starfsmenn hérna í eldhúsinu þegar ég hef verið hérna í kaffi. Þeir eru ekki allir á launum. Þetta er meira minna sjálfboðavinna. Mér finnst bara að þessu vegið, og ég stend við það, við erum að leysa þetta mál og fram á haustið, en mér finnst að þessu vegið að vera hendað þegar sé ákveðni menn sem að ráðu öllu sem kann vel að vera. En í þessu máli tókum við fyrir þetta fjármagn og töldum hagsmunum okkar, knattspyrnudeildar og allra best borgið. Og það er að ýta þessu á undan sér og við getum haldið áfram. Það stendur allt í fullri keppni. Það eru bæði liðin á fulla keppa og við eigum ekki vera að eyða orku í þetta, þannig að við skulum bara skoða þetta í haust. Við eigum að hætta að þrasa þetta. En orðið er laust. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég er nú viss á því að forseti bæjarstjórnar taki undir það að þetta sé illskásta lausnin. Að þetta sé bara ekkert góð lausn. Þannig að hvað segir það? Að vera að taka ákvörðun um þetta þegar komið fram á Íslandsmót. Auðvitað standaðu sig vel.
og sem betur fyrir eru kallaliða að standa sig mjög vel í dag. Og ég er ekki að gera lítið og sjálfboðaliða starfið þarna og búið að gera í gegnum tíðina. Það sem ég er að benda á bara að það er kröfur sem að þessi hópur hefur komið með, hann hefur bara fengið forgang. Það er bara þannig. Og það hefur ekki, og þeir hafa bara komist upp með að segja nei og segja nei. Af hverju er ekki búið að semja? Þeir eru með fólk á launum frá 1. janúar og bara samningslausir. Af hverju er ekki forseti bæjarstjórnar búin að ganga frá þessu? Af því þetta er bara ákvörðun af fælni. Hann bara hefur ekki haft kjark til að taka ákvörðun hvernig átt að leysa þessi mál og taka þau tímalega. Það er bara máli og svo kemur hann núna að segja að þetta er ítskásta lausnin. Það er bara komið Íslandsmót og okkur gengur vel og við höfum ekki að vera að þrasa þetta núna. Það er ansi billeg afsökun. En við Framsóknarmenn erum hérna með smá bókun, ég ætla nú bara að leyfa mér að lesa hana. Fulltrúar Framsóknarflokksins taka undir með sviðsstjóra frístunda og menningarsviðs þar sem hún mæli með því að falli verði frá samningi við knattspyrnudeild daglega rekstur eigna Grindavíkurbæjar á íþróttasvæðinu og verkefnin falin starfsmönnum íþróttahús. Tekið verði mið af þeirri verkefnistöðu sem er í íþróttahúsi og auki við starfshlutfall eftir þeim þörfum sem aukin verkefni kalla á. Það munu styrkja starfsemi íþróttahús og létta og dreifa álagi á starfsmönnum þess á næstu árum. Framsóknarmenn munu því sitja hjá við þessa afgreiðslu eins og þeir hafa gert í þessu máli fram að þessu. Já, takk fyrir það, Páll Jóhann. Kristín María. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér finnst ég verða að koma upp og fara yfir það sem fram fór á bæjarráðsfundinum þegar við ræddum þessa möguleika sem Björg lagði fram. Hún lagði þessa möguleika fram á minnisblaði sem fylgdi málinu. Við fórum yfir stöðuna og við ræddum þessa möguleika. Eftir þá umræðu þá vorum við sammála og líka sviðsstjórinn að við myndum gera þennan samning eins og við gerðum og síðan myndum við taka upp samtalið aftur og kanna þennan möguleika betur sem að hún var að leggja til í þessu minnisblaði. Þannig að mér finnst bara mjög mikilvægt að komi fram að því þú ert að benda að þetta hafi verið tillagan hennar Bjargar að eftir að við áttum samtalið innan bæjarráðsfundarins þá var það algjörlega sameiginleg niðurstaða okkar allra að við myndum bíða með að fara í að láta Grindavíkurbæ og starfsfólk íþróttamiðstöðvarinnar taka yfir umsýslu mannvirkjanna sem að tilheyra knattspyrnudeildinni. Þannig að það bara sé alveg skýrt hér. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Páll Jóhann. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég satt nú hérna þennan fund með henni Björgu hérna þegar hún kom hérna fyrir bæjarráð og ástæðan er auðvitað eins og svo sem ég sagði áðan að þetta er allt fallið á tíma. Það er hérna þegar það er að vera komin fram í júní. Málið er að það er skynsamlegast að gera þetta á hinn veginn eins og hún bendir á. En svo er bara málin, svo bara dreigir að taka ákvarðanir, þannig að það er allt of seint. Og það á að gera það næst. Maður hefur nú heyrt þessa setningu, við gerum það næst, við gerum það næst. Og áfram er það bara við gerum það næst, næsta vetur. Takk fyrir það, Páll Jóhann. Herði, orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri á mælendaskrá, en eins og kom hérna fram áðan, þá var þetta samþykkt af meirihluta bæjarráðs og leggur til við að viðauki verði hér samþykktur upp á 2.760.000 og verði lækkaður að handbæri fé. Þeir sem eru sammála ákvörðun bæjarráðs, gjörsamlega. Það eru 5 atkvæði. Þeir sem eru á móti, 2 sitja hjá. Staðfesta samningin
Já. Og bæjarstjóra falið að rita undir hann. Er það ekki? Það er búið að því. Hann komið, við gerðum það síðast. Ertu með? Komið. Að fá staðfestingu á samningnum. Hver er staðfestu? Bæjarstjórn staðfesti samningin. Viltu eiga taka atkvæðagreiðslu aftur? Það var tvískipt. Annars vegar staðfesti samningin og hins vegar samþykkja viðaukann. Já, fyrirgeðu. Það er eftir að ná mér. Við erum búin að samþykkja viðaukann og nú berum við samningin til samþykkta. Þeir sem eru sammála samþykkja þennan samning fyrir bæjarstjórnar. Það eru 5 atkvæði. Einhverjir á móti. Fulltrúar Framsóknar sitja hjá. Þetta eru 2 samþykktir. Afsakaðu, Jón. Þá er það 23. mál. Það er Kalkasorpningarstöð Suðurnesja. Það er tillaga til stjórnar SS að hefja flokkun úrgangs. Nú við fengum þetta í bæjarráði og tókum vel í erindið og vísuðum því áfram hérna til ákvörðunartöku og umræðu og ákvörðunartöku. Orðið er laust. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara fagna þessari tillögu sem kemur frá Kölku að hafin sé flokkun á sorpi á heimilum á Suðurnesjum. Þetta er auðvitað löngu tímabært og margir hafa beðið eftir þessu, þannig að ég er bara mjög spennt fyrir þessum áætlunum. Það er alltaf ábyrgð okkar að hirða sorp, en við þurfum líka að gera það á sem umhverfisvænan hátt og þar með þessu munum við líka stuðla að ábyrgari neyslu íbúa okkar, ábyrgari umgengni umhverfið og flokkun á sorpi sem er bara nauðsynlegt. Þetta er löngu tímabært skref til framtíðar sem við þurfum að taka og bara fagna ég þessu enn og aftur. Takk fyrir það, Marta. Jóna Rut, gjörðu svo vel. Og svo. Forseti. Já, ég sit fyrir hönd Grindavíkurbæjar í stjórn Kölku og við erum búin að vera að vinna að þessu máli núna alveg að fullri hörku núna síðastliðið ár og þetta tekur svolítið tíma að skoða hvaða leiðir eru í boði í flokkunarmálum. Við höfum þessa brennslustöð sem við þurfum líka að nýta og þannig að það þurfti líka að skoða hvernig við getum haldið áfram nýtingu á henni. Þannig að mér langar að lesa upp tillöguna sem barst til bæjarstjórnar. Tillaga stjórnar SS er eftirfarandi. Að tekið verður upp 2 tunnukerfi, grá og græn tunna, þar sem að gráa tunnan er fyrir almennan úrgang, lífrænan og fleira sem ekki á samleið með endurvinnsluefni. Efni í gráu tunnan er fyrir brennslu. Græna tunnan er fyrir blandan úrgang til endurvinnslu. Blandaður úrgangur mun samanstanda af dagblöðum og tímaritum, bylgjupappa og sléttumpappa, fernum hvers konar, plastumbúðum og minniháttar málmhlutum. Blandaður úrgangur fyrir móttökustöð þar sem hann er flokkaður og sendur í endurvinnslu. Þar sem 2 tunnukerfi er í gangi er gert ráð fyrir að gráa tunnan sé losa á 2 vikna fresti en að græna tunnan sé losa á 4 vikna fresti. Ástæðan fyrir að við völdum þetta kerfi eftir miklar rannsóknarvinnu og fundi með ýmsum aðilum sem hafa verið að standa í flokkunarmálum er svo að brennslan á kalka þarf á lífrænum úrgang að halda. Þannig að við völdum komið þessa tillögu að fara í 2 flokka kerfi. Þannig að ég
tel að þetta veri bara til mikilla bóta og þannig að þetta það sem að fólk búið að vera að biðja og nú þegar reyndar gaman að segja að í Grindavík hlutfallslega mest að grænum tunnum nú þegar hjá bæjarbúum. Þannig að við erum nú þegar margir bæjarbúar búin að vera flokki mörg ár í grænum tunnuna. Þannig að en eftir þetta þá fer græn tunna á öll heimili til viðbótar þessa svörtu. Takk fyrir. Takk fyrir þessar upplýsingar, Jón Rut. Guðmundur Grétar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég fagna þessu tiltæki Kölku að bjóða upp á græna tunnu. Ég velti fyrir mér kostnaði, hvort þetta mun hafa einhver áhrif á sorphirðugjöld bæjarbúa og svo kannski í framhaldinu, kannski beina til umhverfisnefndar að hugsa næstu skref varðandi flokkun í bæjarfélaginu og kannski bara til bæjarstjórnar og bæjarstjóra, hvað þeir ætla að gera hérna á bæjarskrifstofunum. Nú komin flott hérna eldhús og fullt af skápum til að flokka. Hvað mun gerast þar eftir höfðinu dansar leikmyndir? Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég tek undir hérna með þeim sem hafa tjáð sig. Mér finnst þetta mjög mikið framfaraskref í umhverfismálum. Einhvern tíma var nú sagt að það væri bara best að setja allt í brennsluna, við varum nú með brennslustöð og það þyrfti nú ekkert að vera að flokka þetta. En umhverfisvitund okkar, hún skiptir gríðarlega miklu máli og hér í Grindavík eru allir skólar grænfánaskólar og það unnið eftir umhverfisstefnu og það mjög mikilvægt að þetta sé unnið bæði heima fyrir og í skólum og í samfélaginu. Þannig að þetta bara góð áminning eða fyrirspurn hjá þér Guðmundur, en umhverfisnefndin að vinna að því að að vinna að umhverfisstefnu og þetta sannarlega liður í henni. Hún getur verið mjög víðfeðm og nær til margra þátta en þannig að hún umhverfisnefndin með þetta í pípunum og að sjálfsögðu á sveitarfélagið og stofnanir þess að vera til fyrirmynda líka í þessu. Ekki bara skólarnir, heldur aðrar stofnanir og önnur húsnæði sem að sveitarfélagið með starfsemi í. Þannig að ég fagna þessu. Hvað varðar sorphirðugjöldin, ég ekki klár á því, en ég veit til dæmis að það eru margir sem að kjósa það að vera með grænar tunnur og borga fyrir það og auðvitað þá minni sorphirða frá þeim heimilum, þannig að mér persónulega finnst að það mætti þá huga einhvern veginn að því, þannig að þetta sé hvetjandi að flokka. Takk. Takk fyrir þetta, Kristín María. Orðið laust. Marta, fyrirgefðu, ég má gleyma þér. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég satt aðalfund Kölku daginn sem var tekin góð umræða þessi mál. Þar á meðal var farið aðeins inn á kostnaðarhliðina og svörin sem ég fékk eða svörin sem fengust þar var að auðvitað væri smá óvissa með hvaða áhrif þetta myndi hafa enda á eftir að fara í útboð og sjá hver kostnaðurinn verður. Þetta allt í uppstokkun núna en líklegast að þetta mun ekki hafa áhrif. En ég segi það sama og ég segi þá að þetta mál snýst ekki og á ekki bara snúast krónur og aura. Ég veit að ég persónulega væri til í að borga meira fyrir það að vita að sorpinu minni sé farga á umhverfisvænan hátt. Í tillögunum sem við fengum, þar kemur fram að gert ráð fyrir sem getur auðvitað breyst að gráa tunnan væri þá tæmd á 2 vikna fresti og græna á 4 vikna fresti. Ég bara út frá eigin reynslu þegar ég fór að flokka þá sá ég allavega að almenna sorpið sem varð eftir þegar ég var búin að taka frá plast og pappír var alveg ótrúlega lítið. Þannig að ég myndi þess vegna þora að gera ráð fyrir að það væri hægt að hafa enn færri sorphirða á gráutunni en gert ráð fyrir núna þessi 2 vikna fresti. En það á þetta bara komið í ljós. En ég vona bara eins og ég segja, við festum okkur ekki að horfa bara í krónur og aura í þessu máli.
Annað sem ég langaði að nefna, sem ég nefndi einnig á aðalfundi Kölku, er að ég gerir mig grein fyrir að þetta ferli tekur tíma. Það þarf að fara í útboð, það þarf að undirbúa þetta mjög vel og þetta mun ekki komast í framkvæmd fyrir á næsta ári. Þess vegna vona ég það að Kalka eða þá þess vegna bara Grindavíkurbær taki þetta til greina og skoði hvort að hægt sé að koma upp í millitíðinni grendargámum sem væri hægt að setja upp. Þannig gætu íbúar líka byrja strax aðlögnina að því að flokka sorpið sitt og losa sig þá við það á réttan hátt. Því eins og staðan er núna að þú ert ekki með græntönnu og þú vilt flokka, þá þarf það að fara út fyrir Suðurnesin í rauninni til að losa þig við það sorp. Þannig að ég vona innilega að bæjarfulltrúar og meðlimir í stjórn Kölku hafi þetta bak við eyrað. Takk fyrir þetta, Marta. Guðmundur Pálsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að sjálfsögðu er þetta sem koma ekki skal að aukin flokkun sorps er framtíðin. Mér hefði þó skemmtilega að hafa einhvers grófa kostnaðaráætlun með þessu því að ég tel það augljóst að þetta mun hækka kostnað við sorphirðu og sorpeyðingu. Þetta er svipað eins og þegar þeir fóru að setja á magnmæli á hitaveituna. Ég veit ekki hvaða heimili hefur grætt á því. Þannig að auðvitað mun þetta hækka og það mun gerast og það er kannski hlutur því sem að bara krafa í þjóðfélaginu að við þurfum að flokka meira. Ég hef að vísu haft þessa grænu tunnu undanfarin ár og miðað við hreinsunar gráu tunnu á 10 daga fresti þá er ég í vandræðum oft á tíðum. Þannig að fækka þeim í hálfsmánaðarlega lengur, ég held að það væri mjög óraunhæft. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Páll Jóhann. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta er það framtíðin að flokka, en ég tek undir með Guðmundi Pálssyni að ég vilja sjá svona kostnaðaráætlun og kannski þá getur Jóna Rut kannski svarað því svona hvað það hefur á rekstur, hvað árið þetta hefur á rekstur Kölku. Því þegar ég var hann í stjórn þá var þetta nú, þá hefur þetta munað talsvert miklu og þannig núna er nú reksturinn í góðu standi og ég ég segi svona fyrir mitt leyti að ég hef nú kannski vilja klára þessar hugleiðingar sameiningu, sko, ef næsta mál á dagskrá er sameining við Sorpu. Þannig að ég hefði nú kannski viljað klára það dæmi, sjá það sko klárast af eða á áður en við færum í heldur en að vera kannski búið rétt vera með þetta, byrja að flokka með tilheyrandi kostnaði, það kostar örugglega meira inn í þær viðræður, þannig að það kannski flækir það viðræður. Þannig að ég svona talaði skynsamlegra svona fyrir mitt leyti en ég mun ekki standa í vegi fyrir þessu. Þetta er þetta framtíðin og bara gott mál, en svona ef þið ráðið þess eitt þá hef ég nú hingrað með þetta. Takk fyrir það, Páll Jón. Jóna Rut. Forseti, já, eins og Marta kom fram á hérna þá er rosalega erfitt að segja til hver kostnaður á þessu verður, því það er náttúrulega væntanlega verið að gert útboð og það eru nokkuð fyrirtæki sem sjá þessar sorphirðu á flokkunni, þannig að það verður bara munum væntanlega samþykkja lægsta tilboð og bara vonandi verið það nógu lágt, þannig að það mun ekki hafa veruleg áhrif á sorpbyrgjöld. Við höfum verið mjög há sorpbyrgjöld á Suðurnesjum. En við erum búin að lækka mjög mikið undanfarið af því við höfum ekki hækkað sorpbyrgjöldin núna síðastliðin ár. Þannig að við vonum náttúrulega með þessu að það verði ekki það mikið breyting. Þetta er alveg óskilt mál
hvort sem að Kalka mun sameinast Sorpu. Af því að þetta er bara ákvörðun sem þarf að taka innan sveitarfélagana. Af því að innan það er bara svona allt tekur svo langa tíma af því að við fyrir að setja þetta á salt og þá þarf að fara að vinna þetta með nýrri stjórn ef af þeirri sameiningu verður sem að kannski bara tekur alltaf langa tíma. Þannig að þetta er bara hluti sem við þurfum bara að taka hérna sveitarfélagin hvað við ætlum að gera og þannig að þetta er algjörlega óskilt mál og við einmitt ræddum þetta í stjórninu með það hvort þetta ættum eitthvað að vera að bíða með þetta en við telum það ekki. Við erum búin að vinna það lengi að þessu og ég meina þetta mun það bara fylgja inn í ef að því verður þá mun þetta bara fylgja að hér er flokkað og þetta kerfi er gert hér. Af því innan Sorpu eru fjölmörg sveitarfélög og það hvert og eitt er ekki það með sömu flokkunarstefnu. Þannig að þeir eru ekki með sömu, vinna ekki eftir sömu vinnubrögðum með það. Þannig já, ég held að ég sé búin að svara öllum spurningum. Takk fyrir það, Jóna Rut. Orðið er laust. Ef enginn hefur hvað til hljóðs, en eins og ég nefndi hérna áðan þá kom þetta fyrir bæjarráð og við vísuðum hingað í bæjarstjórn, bæði til umræðu og ákvarðanatöku. Þeir sem eru samþykkið því að fara eftir reglum er vel lesnar hérna upp áðan þessu tillögu. Þeir sem eru samþykkið þessu gjöra svolítið rétt upp hönd. Þetta er samþykkt samhljóða. Og þá er það mál númer 24. Sorpeyðingarstöð Suðurnesja, kynning á mögulegri sameiningu SS og Sorpu. Lögðu fram beiðni Kölku að bæjarstjórn taki formlega afstöðu til mögulegra sameiningar SS og Sorpu. Orðið er laust. Er enginn sem vil tjá sig undir þessu lið? Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Daginn fékk bæjarstjórn ágætiskynningu frá Capacent kosti og galla og svona atriði hvað varðar sameiningu Kölku og Sorpu. Var það mjög gagnleg kynning. Ég vil fyrst koma að skilaboðunum sem við fengum frá Kölku núna. Það beðið formlega afstöðu til stöðumála varðandi samningaviðræður, en svo einnig talað vilja hjá sveitarfélögum til að boða til sameiginlegs eigendafundar þar sem máli verði yfirfarið og rætt áður en sveitarfélögin taki afstöðu. Það finnst mjög mikilvægt að hafa þetta til haga, að mér finnst að þetta er ekki verið að biðja okkur að loka formlega aðstöðu til sameiningarhugmynda. Ég tel það vel til fallið að sveitarfélögin eða fulltrúar þeirra muni hittast til að ræða þessa kynningu sem við fengið frá Capacent og finnst það svona eðlilegt næsta skref í þessari stöðu. Þar sem að öll sveitarfélögin Suðurnesja sem koma að eigandahópi Kölku. En ég get sagt fyrir mitt leyti að í þessari kynningu Capacent að mínu mati komi fram punktar þar sem gefa til kynna að það sé vissulega ástæða til að skoða betur þessar sameiningarhugmyndir og teki bara vel í frekari vinnslu á þessu máli. Takk fyrir. Takk fyrir það, Marta. Guðmundur Pálsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir með Mörtu að mér þætti fýsilegast að hefja þetta ferli með sæmilegum eigendafundi, þar sem að allir bæjarfulltrúar á svæðinu og jafnvel fleiri hefðu aðkomu að þeim fundi. Mér fannst þessi kynning sem var hér daginn vera vægast sagt einhliða á þá vegu að menn ættu nú bara sameinast og ekki taka mikið meira umræðu þetta. Það var mín svona tilfinning út úr þessum fundi eða þessari kynningu sem við fengum. En ég styð það að við
myndum hafa sameiginlegan eigendafund sveitarfélagana og ræddum þetta mál í þaula og hvert við viljum stíga næst. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Jóna Rut. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég sit í nefnd sem skipuð af stjórnarformanni og mér sem varaformanni Kölku ásamt framkvæmdastjóra Kölku og þar líka situr framkvæmdastjóri Sorpu, stjórnarformaður og varaformaður og við höfum verið í þessum viðræðum og mér skildist eftir þessar kynningar sem komu sem voru mér finnst bara mjög góð og var kynnt fyrir okkur og ég veit að búið að kynna fyrir öllum sveitarfélögunum í Suðurnesjum. Mér skildist einmitt að það næsta skref væri í rauninni það bara að fá í rauninni samþykki okkar til þess að halda áfram. Ef við erum ekkert að fara að taka neina ákvörðun strax, þá eftir að það er langt ferli eftir í þessu. Og mér líst mjög vel á það sem stendur líka að verða haldinn eigendafundur með og þá hvet ég okkur endilega til að mæta það fund. Og þannig að við getum tekið, við eigum hluti Kölku og við tökum endilega ákvörðun. Við sem stjórn bæjarfélagsins með ásamt hinum sveitarfélögunum. Þannig að ef að verður þessi eigendafundur þá vil ég endilega að komi bara góður hluti af fulltrúum frá okkur þannig að við séum vel upplýst í þessu máli. Takk fyrir þetta, Jóna Rut. Fannar, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta bæjarstjórn. Það fóru fram nokkur skoðanaskipti núna seinnipartinn í dag á milli bæjarstjórnanna. Mitt varðandi þetta og það sem hafði komið til umræðu, þessi eigendafundur og hvernig bæri svo að meta framhaldi. Kom til dæmis fram að bæjarstjórn Reykjanesbæjar mun hittast á reglulegum fundi sínum núna á 50daginn í þessari viku og taka þetta mál fyrir þar. Bæjarstjórnin, eða sveitarstjórnin í Vogum, hún tekur þetta fyrir á fundi sínum 7. eða 7. júní. En svona undirliggjandi var það að með reiknum með að það yrði líklega boðað til sameiginlegs fundar sveitarstjórnarmanna áður en að næstu skref eru tekin. Ég talaði líka við Jón framkvæmdastjóra Kölku í dag. Það var nú svona eftir að borist ábending frá mér til mér frá Mörtu í morgun og hann fannst þetta eiginlega mjög svona eðlileg og skynsamleg ráðstöfun einmitt til þess að svona samræma hugmyndir og koma fram með væntanlega einhverja eina skoðun frekar en það að hver og einn bæjarstjórn færi að álykta svona nokkurn veginn í sínu horni án samráðs við aðra og það geti leitt til þess að niðurstöðu væri aðeins misvísandi. Þannig að mér heyrist nú bara á umræðinu hér líka að það blasi við að bæjarstjórnin myndi leggja það til að haldinn yrði sameiginlegur fundur áður en að endanleg ákvörðun er tekin og það sýnist mér gæti verið líka andinn í svona bæjarstjórnum annara ef að ég skildi þessa tölvupósta rétt og að ákvörðun hafi ekki verið tekin allavega í öllum tilfellum. Takk. Takk fyrir þetta, Fannar. Orðið er laust. Jóna Rut. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég held að það sé bara best í þessari stöðu að verði sameiginlegur eigendafundur sem fyrst þannig að það verður bara hægt að sjá til hvort að verði halda áfram með þessa viðræður eða ekki. Þannig að sé bara hægt að hætta ljúka málinu eða þá halda áfram og sjá bara hvað gerist. Þannig að ég bara ánægð með það að sé búið að vera umræða hjá öðrum sveitarfélögum með það að hittast og þannig að við getum bara tekið endalega ákvörðun og þetta er alveg góð punktur að sé ekki hver ein bæjarstjórn að koma með ályktun því við eigum þetta öll saman og það þarf að vera sameiginleg ákvörðun að lokum. Takk.
fyrir þetta, Jóna Rut. Orðið er laust. Nú ef það er ekki fleiri, þá nú svona heyrist mér á fundinu að það sé nú svona tillaga að bókun. Bæjarstjórn samþykkir samhljóða haldinn verði sameiginlegur eigendafundur SS áður en formleg afstaða er tekin til sameiningar. Getum við fallist á þetta? Þeir sem eru þessu samþykkir réttu hönd, það er samhljóða. Þá er það mál númer 25. Undir yfirskriftinni Sustainable Feed, viljayfirlýsing. Félag um uppsetningu og rekstur eldisbúgarðs óskar eftir endurnýjun á letter of intent. Bæjarráð fékk þetta nú fyrir og svona lagði það til að þetta er nú framlengt um 1 ár, en orðið er laust. Þetta var rætt á bæjarmálafundi hjá okkur sjálfstæðismönnum í gær og það var svona ýmsar hugmyndir uppi. En ég veit ekki svo sem... Hvar er þetta? Hann er ekki til, þeir eru að halda... Var einhver ákveðin svæði, talað um ákveðin svæði? Hvort þetta var fyrst og hvort þetta var á I5? Já, þeir tala um að nota heitan jarðsjó, þannig að já, þetta er hérna. Það er hvergi minnst á svæði. Nei, það er nú komin upp einhver hugmynd og það er má kannski aðeins bara grípa orðið. Gjörðu svo vel. Að sko Ráman hefði verið betri stefnbúinn heldur í eftir þessu útskýrðu þetta, en það er einhver aflögsstöð sem lagt að stafni hérna fyrir sunnan veg, vestur með Reykjanesinu, og þar er þetta hugsað. Það var búið að tilbúa einhverja fiskeldisstöð eitthvað slíkt á einhverju ummerkjum eftir hana, en það er tiltekið lóð þetta sem að Ráman hefur séð fyrir sér og er eitthvað búið að ræða áður. Þannig að það getur fiskeldið, það getur fiskeldið sem var allanslags. Jóna Rut, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég sá þannig að hann talar um hann í bréfinu að hann hefði áhuga að koma að kynna þetta fyrir okkur. Ég myndi bara vilja fá kynningu á þessu. Þetta er eitthvað mál sem að ég hef ekki mikla vitneskju og ég held þetta sé það langt síðan að þessi samningur var gerður að ég held að ég allavega myndi að leggja til að hann er bara búður að funda með okkur og fara aðeins betur yfir þetta, þannig að við myndum geta skoða hana samning og sé hvaða pælingar eru hann í gangi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóna Rut. Orðið er laust. Kristín María. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er náttúrulega mál sem kom hérna upp fyrir nokkrum árum síðan og hefur legið í dvala og svo koma þær aftur og vilja fá framlengingu á þessari viljayfirlýsingu. Viljayfirlýsingin er mjög lítið íþyngjandi en ég held að sé bara ágætis hugmynd, þannig að allir séu upplýstir að við bara fáum kynningafund og að bæjarstjóri reynir kannski að finna hentugan tíma fyrir alla sem áhuga hafa á að koma. Þannig að við getum bara allir með fullri vissu samþykkt eða hafnað framlengingu á þessari viljayfirlýsingu. Takk. Takk fyrir þetta, Kristín María. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég tek bara undir það. Ég held að sé nú alveg full þörf á því að við fáum almennilega kynningu á þessu máli og áður við förum að samþykkja eitthvað svona draga menn eitthvað sem við viljum kannski ekkert með. Því það er svo
því málin eru fljóta að breytast og þróast. Þannig að ég bara tek undir það að við fáum góða kynningu á þessu áður en við förum að samþykkja eitthvað. Takk fyrir það, Páll Jóhann. Orðið er laust. Nú, það er svo sem bara tillaga því að ég heyri að þetta sé nú ekki bara best að óska eftir kynningu á þessu og vísa málinu þá bara aftur til bæjarráðs. Og þannig að sé nú hægt að taka ákvörðun eftir frekari upplýsingar. Ef að þið fallist á það að óska eftir kynningu eins og hann hafi boðið upp á og vísa málinu svo til bæjarráðs. Þeir sem eru þessari afgreiðslu samþykkir, til hönd, það er samhljóða. Já, að afgreiða á. En ég geri væntanlega ráð fyrir því að við viljum fá kynninguna og þá verði allir boðaðir til, þannig við vitum. Við erum með þetta, Jón. Þetta er farið að stytta svolítið. Það er 27. mál. Þetta er gott. Afgreiðslu til þess að við getum klárað málið. Já. Við erum alltaf komið með ákvörðunarrétt ef það er hægt. Er það ekki best? Já, ég meina það. Já, þarna stóð vísar, þannig að þetta maður fá það aftur til. Og það getur vel verið og það er ekki víst að kynningin liggi fyrir. Jæja, það er spennið yfir þessu. En við skulum halda áfram. Það er 27. mál, innrilega eignasjóðs, viðauki við fjárhagsáætlun 2017. Sviðsstjóri fjármál og stjórnsýslusviðs óskar eftir viðauka við fjárhagsáætlun 2017 vegna endurreiknings á innri leigu. Viðaukinn felur í sér hækkun gjalda hjá aðalsjóði að fjárhæð 21.055.413 og hækkun gjalda hjá þjónustumiðstöð að fjárhæð 191.255 krónur. Fjármögnun er með hækkun tekna eignasjóðs að fjárhæð 21.246.668. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðaukann, orðið er laust og þá berum við hann til samþykkt þeir sem eru þessu samþykkir. Það er samhljóða. Þá er það 27. mál. Ársuppgjör 2016, Grindavíkurbær og stofnanir. Jón, vilt þú kannski koma hérna upp og segja nokkur orð? Gjörðu svo vel, Jón Þórisson. Þakka þér fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ársreikningurinn er tekið núna til síðar umræðu. Hann hefur í reynd ekkert breyst tölulega frá fyrri umræðu og fyrir liggur að endurskoðendur hafa ritað undir hann með fyrirvaralausri áritun. Þannig að það er í sjálfu sér kannski lítið annað en að samþykkja ársreikningin. Það var farið nokkuð vel tölulega yfir hann held ég, bæði í bæjarráði og svo við fyrri umræðu í bæjarstjórn. Þannig að ég ætlaði nú ekkert að fara neitt yfir það núna. Takk. Takk fyrir það. Nú orðið er laust en endurskoðendur Grindavíkurbæjar hafa áritað ársreikningin með fyrirvaralausri áritun. Bæjarstjórn staðfestir ársreikningi með undirritun sinni og felur sviðsstjóra að senda til innanríkisráðherra. En orðið er laust. Páll Jóhann, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nú ekki hægt annað en að hrósa þessum reikningi, þó maður sé í minnihluta. Þá er þetta flottar tölur, þetta er flottur rekstur og vel framsettur reikningur, skilmerkilega. Gott að glöggva sig á honum, þeir eru hrós skilið fyrir það. En eins og sést þarna í þessum reikningum, þá eru fjárfestingarnar, það við fjárfestum ekki eins og áætlað var. Og svo ég hljómi nú hérna eins og rispuplata varðandi fjárfestingar. Við erum búin að tala hérna aðeins nokkur áhöld í dag. En ég hef nú talað aðeins hafnarmannvirki eða krana, löndunarkrana við höfnina. Ég hef búin að biðja hérna úr þessu ræðustól margsinnis fara á Skeljajarnar við meiri hlutan hér að samþykkja ósk hafnarstjórnar að endurnýja ævagamlan krana, löndunarkrana sem er þarna niður við höfn. Ekki hefur það fengist og nú er staðan sú að vinnueftirlitið er búið að stoppa þennan krana. Við erum komið rauðan miða frá vinnueftirlitinu að það sé hættulegur þessi krani og það má ekki nota hann. Enn og aftur minni ég meiri hlutan á það að í fjárfestingaráætlun og fjárhagsáætlun að þá verðum við nú að vanda okkur aðeins betur. Að þessi bæjarstjórn, meiri hluti þessar bæjarstjórnar skuli hafa hent þessum kranakaupum til 2020. Svo kemur vinnueftirlitið og setur rauðan miða. Þannig að hvað á hafnarstjórn að gera? Á hún að kaupa nýjan krana eða á hún að í óþökk meiri hluta bæjarstjórnar? Eða á hún að henda fleiri 100.000 í að gera við þennan gamla krana? Þannig að bara enn og aftur, bara fyrir haustið brýni ég okkur öll hérna að vanda okkur aðeins betur og þessi áhöld og tæki bæjarins þar sem starfsmenn okkar þurfa að nota og vinna við, að vera ekki að með einhverja allt og mikla aðhaldssemi í því. Að fá rauðan stimpil frá vinnueftirlitinu. Við bæjarstjórn í svona vel stöndugu fyrirtæki með svona flotta rekstur, að við þurfum að fá stimpil frá vinnueftirlitinu til að geta drullast til að endurnýja kranan, löndunarkrana í þessu mikla sjávarplássi. Ég bara dauðskammast mín fyrir það, ég get svarið það. Þannig að ég bara brýni okkur enn og aftur að í svona velstæðu bæjarfélagi að þá verðum við að endurnýja þau tæki og tól sem við höfum. Já, takk fyrir það, Páll. Guðmundur, gjörðu vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er hæla okkur í raun og veru öllum fyrir þennan góða rekstur því að við höfum öll komið að áætlunum undanfarin ár. Þó svo við hefum tekist aðalega á eignfæra fjárfestingu sem er svona sérkapítali út af fyrir sig kannski. Þannig að það er svo sem ekkert sjálfgefið að hafa reksturinn góðan eins og við sjáum þegar við lítum yfir landið. Og það þarf oft sterkari bein til þess að halda þær í stöðu. Það er voðalega auðvelt að setja pening í hitt og þetta þegar staðan er góð. Og það þarf oft sterkari bein til þess að halda í þessa stöðu. Páll getur komið og býsnast yfir löndunarkrana á bryggjunni sem er að vísa ekki eini löndunarkranin. En auðvitað þurfum við stundum að endurskoða hlutina þegar þeir bila endanlega. Við erum ekki nema að setja einhverjar 250-300 milljónir í höfnina á næstu árum. Þannig að það er dágóð upphæð. Og ég sé sjálf sér enga veginn eftir þeirra upphæð. Við þurfum á því að halda til þess að lifa hér áfram í Grindavík.
og þegar hlutirnir skemmast þá þurfum við vantilega að endurskoða. En þegar hlutirnir eru í lagi og menn óska eftir að kaupa nýtt þá þurfum við stundum að halda aðeins fastar í tauminn hvort að hluturinn geti ekki enst lengur því það er fullt af erindum þar sem að beiðni að kaupa nýja hluti. Þannig að við skulum fara varlega í að bá svona einn sérstakar hlut út úr þessu dæmi. En takk fyrir öll að skila þessum góða rekstri. Takk fyrir þetta Guðmundur. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er ekki annað hægt en að fagna þessari niðurstöðu. Þetta er ekki í takt við það sem við erum að sjá í öðrum sveitarfélögum líka hérna á Íslandi og sérstaklega í svona stærri sveitarfélögum með okkar svipar starf við. Þetta eru gríðarlega vöxtur í rauninni útsvari og svo höfum við verið að fá miklu hærri framlög úr jöfnunarsjóði heldur að kannski var gert ráð fyrir. Reksturinn er í bara mjög góðu standi og þar vil ég náttúrulega auðvitað minnast á líka framlag starfsfólk okkar á sviðsstjóra sem heldur utan þessi mál dagsdaglega. Þetta sýnir bara að sanna hvað við búum að góðu starfsfólki á Grindavíkurbæ og að sjálfsögðu megum við líka klappa okkur sjálfum á baki hérna í bæjarstjórninni sem við höfum að vinna þessar áætlanir saman og starfa saman að þessum málum. En já, eins og alltaf, þá er mikilvægt að sérstaklega þegar svona mikill uppgangur og mikill vöxtur í bæjarfélaginu þarf að passa vel upp á innviðin. Við megum ekki að eyða miklu en á sama tíma verðum við að gefa starfsfólkinu okkar og innviðunum það svigrúm sem það þarf til að takast á við verkefni sem bíða. Það er erfitt að fara í framkvæmdir, það er erfitt að fá verktaka og koma öllum þessum hlutum sem við ætlum að gera í framkvæmd. Þess vegna skiptir máli að forgangsraða vel og eins og segi, hlúa bara vel að innviðunum en á skynsamlega hátt líka. Takk. Takk fyrir þetta Marta. Nú ég seti sjálfa mig á mælendaskrá. Ég get náttúrulega ekki setið undir því. Það er búið að ræða þetta. Við náttúrulega svolítið erum að fagna því að það er góður ekstra niðurstaða og annað. Þetta var rætt með hennar krana í fjárhagsáætluninni. En hvað gerðist á síðasta bæjarráðsfundi? Tók ekki bæjarráð vel í það að kaupa nýja krana? Er engin upplýsingagjöf á milli bæjarfulltrúa að það var gefið leyfi? Það var tilkynnt ákveðið andlát á þessum krana, þannig að það var tekin ákvörðun að vinna málið áfram. Ég vil spyrja, voru 4 kranar áður en þessi fór og við vorum fljótir að bregðast við. Við verðum að fá nýja krana. En ég er ekki viss að það liggi mikið á og núna yfir sumarmánuðina. Það kann að vera ef veður batnar að færabátarnir eða þessi dagróðrabátarnir verði hérna og það verði fyrstur daga mánaðarins að verði einhver smá bið, ég veit það ekki, ég sé það ekki fyrir. En við erum að vinna á fullu því að kanna þetta og kaupa nýja krana. Það segjum við að bregðast við. En þetta átti því að vera ljóst, Páll Jóhann. Þetta var tekið fyrir á síðasta þriðjudag. Ég ger ekki ráð að sé mikið pláss fyrir að auka krana í sumar, í sumar nema kannski réttu mánaðamótum og í góðri stöðum. En það er líka alltaf lagið þó menn þurfa kannski að bíða eitthvað örlítið eftir löndun. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við getum borið okkur á brjóst hérna með góða rekstur. En að koma svo og segja að það sé allt í lagi bara að endurnýja hlutina þegar vinnueftirlitið kemur og tekur hlutur umferð. Það er ekki til að hreykja sér út af. Að koma og hreykja sér að því að við ætlum að endurnýja kranan að því að vinnueftirlitið kom og tók hann úr umferð að því að hann er hættulegur. Ef að fyrirtækin hér í bæ myndir að haga sér svona og endurnýja ekki liftara eða önnur tól fyrir að vinnueftirlitið kæmi og tæki þá úr umferð út af slysahættu.
Ég á bara ekki til orði við að menn komi hver upp á fætur öðrum úr meirihlutanum og hreiki sér að því. Að endurnýja krana loksins þegar Vinnueftirlitið er búið að taka hann úr umferð. Já, Hafnarstjórn er búin að vera að skoða það núna að endurnýja hann krana. Ég veit það vel og ég veit það að ég trúi því nú ekki að meirihlutin fann nú að stoppa það. Skára væri það nú þegar það er búið að taka hann úr umferð. Það eru strandveðar núna í gangi. Svo veit maður aldrei hvernig makríllinn verður. Þannig að menn geta komið og sagt að það sé engin þörf fyrir krana. Það séu nógu margir kranar. Það getur vel verið. Þeir komi ekki oft niður á bryggju, það get ég sagt ykkur. Þannig að ef við ætlum að fara að hafa þann háttinn á hér að sýna flottar Excel-tölur og bíða eftir að Vinnueftirlitið setji miða á tækina þá eigi að endurnýja þau, það er ekki til að hrópa húrra fyrir. Takk fyrir þetta, Páll. Orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri sem að taka til máls, þá þeir samþykkir þessum ársreikningi og þá staðfestir samþykki því að samþykkja með undirritun okkar og fela sviðsstjóra að senda hann inn til innanríkisráðuneytis. Þeir sem eru samþykkir og skrifa undir rétt upp hönd, það er samhljóða. Nú gerum við hlé á fundinum og ljúkum útsendingu og höldum svo áfram eftir skamma stund og þá eru teknar fyrir fundagerðir.